Góðan daginn, verið hjartanlega velkomin hingað í Tjarnarsal á þennan fund. Þetta var smá svona eins og í bara ædolinu, hérna, myndband og svo að labba inn. Hérna, þið sem eru í streymi verið þið líka hjartanlega velkomin. Við ætlum að fjalla það hvernig við gerum Reykjavík að bestu höfuðborg í heimi. Og grunnurinn að því að vera með öflugt atvinnulíf og öfluga innviði og planum það hvernig við ætlum að tryggja það að svo sé til framtíðar. Við ætlum að, eins og þið sjáið, ætlum að hafa þetta snart og stutt erindi. Við ætlum að fara yfir svona vítt og breitt yfir sviðið, skoða hvað mesta gerjunin í atvinnulífinu okkar og þetta verði ekki langar ræður. Þetta eru svona stutt ávörp og myndbönd. Við ætlum að byrja á yfirferð. Látum okkur sjá yfir helstu atvinnusvæði og þekkingakjarna og svo ætlum við að fara í ferðaþjónustu, nýsköpun og verslun og stórverkefni og innviði. Sjá. Kíkjum aðeins á það sem að, sjá, hérna þetta svona. Kíkjum aðeins á það hvað hefur verið byggt eða samþykkt í byggingaráformum frá byggingafulltrúa á undanförnum árum. Á síðasta ári samþykkti byggingafulltrúi 183.000 fermetra og var atvinnuhúsnæði 40% á móti 60% hlutfalli íbúðarhúsnæðis og þetta svona í samræmi við langtíma meðaltöl. Við sjáum hann að 2018 þá Landspítalinn kominn inn, þannig að það skekkir svona heildarmyndina og það í íbúðarhúsnæðinu eru þetta 111.000 fermetra sem eru farið gegn hjá byggingafulltrúa og í þessari kynningu ætlum við að skoða sérstaklega hvar verið að byggja hótelin í borginni. Við ætlum að miða borgarlínuna til þess að sjá hvar svona framtíðarsýn borgarinnar sjálfbæra samgöngur og hóteluppbyggingu fara saman og hérna má sjá staðsetningu nýlegra hótela sem eru að falla svona inn í þetta skipulag bæði hér í miðbænum og upp eftir og austur eftir borginni. Nú, þekkingakjarnar. Hvað það? Þetta nafn sem við höfum gefið svæðum þar sem að borgin hefur formlegt samstarfi fyrirtæki á svæðinu þróun og uppbyggingu og 3 þekkingakjarnar eru svona mest áberandi í Reykjavík að það eru vísindaþorpið, það er skapandi þorp í Gufunesi, það eru vísindaþorpið í Vatnsmýrinni og miðborgin og við fjölluðum nokkuð vel Gufunes á síðasta fundi og þar ótrúlega margt skemmtilegt að gerast. Það reyndar bara þessa dagana, ef þið sjáuð þarna vinstra megin á myndinu, þarna verið að setja upp lítið víkingaþorp, það verið að taka upp hérna King and Conqueror hjá Baltasar í Reykjavík Studios og það líka verið að nýlega var verið að opna sjóbaðsaðstöðu á dögunum og svona á næstu dögum þá eru skemmtileg tíðindi að koma úr Gufunesinu en við fjöllum það síðar þegar það frá gengið. Nú, Þórey hjá Vísindagörðum ætlar að segja okkur nánar frá nokkrum spennandi verkefnum sem í deiglunni hjá þeim. Það má svo nefna að fyrir utan öll þau verkefni í Vísindagörðum HR að undirbúa uppbyggingu á nýsköpunarhúsi. Borgin og Reitir eru að þróa lífsgæðakjarna við Loftleiðahótelið og svo náttúrulega uppbyggingin á nýju þjóðarsjúkrahúsi í fullum gangi. Síðan í kjölfarið þá ætlum við að líta á verkefni í miðborginni sem að blómstrar sem aldrei fyrr, þrátt fyrir alls konar umræðum það að miðborgin sé dauð, þá hefur hún aldrei verið öflugri en akkúrat núna. Og hann Róbert, verkefnistjóri hjá Markaðsfélagi miðborgarinnar, ætlar að fara yfir helstu verkefni sem að félagið að vinna í, auk þess að kynna glænýja talningu á verslun og þjónustu í miðborginni. Svo eitt og annað skemmtilegt sem að við vorum bara samþykki í gær, Parísarhjól
sem verður á miðbakkanum í sumar og þetta tilraunaverkefni til eins sumars og þetta verður 32 metra hátt og aðgengi fyrir öll og dálítið skemmtilegt. Þetta verður í sumar en mér fannst svona skemmtilegt tilhugsun að vera með þetta kannski jólin líka í tengslum við svona jólaþorp og þá getur þetta verið jólahjól eða Parísarjól eða eitthvað svoleiðis en við finnum út úr því. En þetta líf á miðbakkan. En ég ætla ekki að hafa langa ræðu við ætlum bara að fá núna erindin, hann Óli Örn hjá Athafnaborginni, hann ætlar að fara snöggt yfir stöðuna á atvinnusvæðum borgarinnar til þess að gefa yfirsýn yfir það hvaða atvinnulóðir eru í þróun og uppbyggingu og í kjölfari lítum við á stutt vídeó sem gefur okkur innsýn inn í þróun á athafnasvæðinu við Esjumela. Og þá bið ég bara Óla Örn upp á svið. Gjör svo vel. Góðan daginn. Eins og Einar sagði þá ætlum við að tala frekar snöggt og ég ætla að segja ykkur frá 3 hlutum. Fyrsta lagi það eru fáar risalóðir eftir í borginni. Öðru lagi að það eru 4 stór atvinnusvæði sem borginni að þróa. Og í þriðja lagi að það eru rosalega mikið til af skemmtilegum lóðum og þéttingarreitum í raun ennþá út alla borg og þá erum við sérstaklega að tala atvinnuhúsnæðið. Vaxtamörkin sem voru sett í aðalskipulaginu eru samt farin að bíta. Við erum að fá fyrirtæki núna í heimsókn til okkar sem vilja fá risalóðir þá meina ég yfir 10.000 fermetra og þær eru bara farnar að verða búnar hjá borginni að stærstu leyti þannig að þetta einhver raunveruleiki sem hefur verið lengi á leiðinni en núna farin að finna fyrir. Öðru lagi nefna þessi 4 stóru athafnasvæði sem borgin að þróa. Það eru Esjumelar, það eru Álfsnes, það sem Hringrásargarður eru í þróun, Hólmsheiðin og svo Sundahöfn sem við þróum að sjálfsögðu í samvinnu við Faxaflóahafnir. Á Esjumelnum þar samþykkt deiliskipulag. Við gerðum þessa götu þarna, Bronsléttu síðast sumar en við erum búin að selja mikið af lóðinum þarna en eigum ennþá nokkra lóðir á lager sem hægt að selja frekar hratt. Við eigum svo svæði til stækkunar, bæði til austurs og suðurs, þannig að það hægt að vinna með okkur meira. Á Álfsnesi erum við að vinna Hringrásargarði með fjölda samstarfsaðila, þarna á Sundabrautina liggja í gegn og eftir nokkur ár munum við koma þarna mjög spennandi lóðir fyrir fyrirtæki sem í Hringrásarhagkerfinu. Hólmsheiði, þar erum við að vinna deiliskipulag sem verður vonandi auglýst til kynningar í sumar og erum að tala við 6 fyrirtæki það að koma inn í fyrsta áfanga svæðisins. Þetta mjög spennandi fyrirtæki svæði en þetta fyrir fyrirtæki mjög sterka umhverfisvitund vegna þess að þetta grannsvæði vatnsverndar. Og Sundahöfn býður eftir Sundabraut þannig að þróun á svæðinu ekki ljóst fyrir við vitum hvernig Vegagerðin ætlar að fara með Sundabrautina. En það fullt af stórum verkefnum þar samt. Það björgunarmiðstöð við Klett, við Klepp og það farþegamiðstöð við Skarfabakka sem Þórdísló ætlar að kynna okkur betur og lífsgæðakjarnar við Köllunarklett sem borgin skrifandi viljayfirlýsingu Þannig að svo að hálfuleyti í bið og hálfuleyti í bullandi þróun. En svo ætlum við að nefna það eru mikið til af byggingarhæfum lóðum og þéttingarreitum víðs vegar borgina og þá erum við að tala verslun, þjónustu, léttan iðnað. Hún Kamma ætlar að fjalla meira hótellóðirnar og í raun og veru nefndi borgarstjórinn það á hverri einustu borgarlínustöð í fyrsta áfanga eru áhugaverðar lóðir undir skrifstofuhúsnæði. En við sjáum bara að við Hálsana það slatti að koma inn á byggingarleyfum, það sem aðilar að breyta sínum lóðum en það ennþá gríðarleg tækifæri eftir á svæðinu. Við Bústaðaveg seldum við 3 atvinnulóðir sem rúma 3-4.000 fermetra hvert. Við Suður Mjót verið að byggja stórhýsi á Álfabakka 2. Toyota, systurfélagið Toyota að byggja á Álfabakka 4 og Garðheimar voru að klára stórverslun við Álfabakka 6. Við Lambhagavegi ennþá 3 lóðir lausar, 33, 11 og 1-3 og við bara bíðum eftir að sjá hvað kemur þar. Norðlingaholt líka, nokkrar lóðir, óbyggðar, þetta allt atvinnulóðir sem við erum að nefna
og Granda ennþá. Á Granda búið að myndast ákveðin ferðaþjónustuklassi, Flyover Iceland, Omnom, Lavasjó var að flytja þangað og Norðurljóssýningin. Þannig að svæðið mun þróast áfram í hæga breytilega átt, kannski nefnir hún Þórdís slóa það líka inn. Þannig að samandreið, rýmisfrek verkefni eiga fátækifæri eftir innan borgarinnar helst á Esjumélum. Það eru 4 stór svæði í þróun sem bjóðu upp á tækifæri allt eftir í hvers konar fyrirtækið erið og fyrir smærri verkefni, segjum 5.000 fermetra undir, eru ennþá fullt af tækifærum inni í þróunaráætlun borgarinnar og sem þarf ekki betur skipulagi heldur, það eru deiliskipulaga lóðir til út alla borg. En við ætlum að vera með ykkur í kvöld og með ykkur í dag, fyrir ekki, kannski í kvöld. Þannig að endilega skella okkur spurningum bara og gaman að vera með ykkur í dag. Atvinnusvæðið á Esjumélum í uppbyggingu og það nýtur góðs af öflugum samgöngutengingum og nálægð við borgina. Fjölmörg fyrirtæki hafa nú þegar komið sér upp aðstöðu á Esjumélum og sinna þjónustu af ýmsum toga. Meðal stóra fyrirtækja má nefna Gámafélagið og Malbyggstöðina. Uppbygging og aðstöðusköpun nýra fyrirtækja í undirbúningi eða þegar í gangi eins og sjá má þegar farið svæðið. Hreyfing hefur verið á lóðasölu og Reykjavíkurborg býður nú til sölu byggingarétt á lóðum við Bronsléttu. Gatnagerð þar lokið og lóðirnar tilbúnar til afhendingar. Kynntu framtíðar uppbyggingu svæðisins og þau tækifæri sem henni tengjast á vef Reykjavíkurborgar. Góðan daginn, komið sæl og afar ánægjulegt að fá að vera með ykkur hér í dag og fá tækifæri til að segja ykkur frá starfsemi Vísindagarða og þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað. En á vísindagörðum blómstrar nú samfélag þar sem háskólar, fyrirtæki og rannsóknarstofnanir vinna saman að skapandi lausnum á helstu áskorunum samtímans, en síðasta áratug hefur uppbyggingin gengið hratt fyrir sig og kannski ágætt að sjá að þetta svona nýleg mynd sem var tekin fyrir ári síðan. Byrjum á byrjuninni. Árið 1961 veitti Reykjavíkurborg Háskóla Íslands umráð yfir landinu sem Vísindagarðar standa á með því skilyrði að þar yrðu reistir vísindagarðar og þá var svæðið ekki neitt nema mýri og það var ekki fyrir 1999 að uppbyggingin komst á skrið þegar að Íslensk erfðagreining hóf að byggja sínar höfuðstöðvar sem opnuðu 2003. 5 hús og kjarnar hafa verið vígð frá 2012 og þar opnuðu stúdentagarðar, Alvotek, Gróska og svo stúdentagarðar á Sæmundargötu og svo auðvitað Mýrin nýsköpunarsetur Vísindagarða Háskóla Íslands árið 2020 og nú eru í undirbúningi önnur verkefni en skrifað var undir viljayfirlýsingu byggingu nýs gróskumikils hugmyndahús og frumkvöðlaseturs á aðalfundi Vísindagarða 2023 og þar voru Reykjavíkurborg, Háskóli Íslands, Gróska og Vísindagarðar Háskóli Íslands. Og það hefur verið lögð áhersla á að vinna náið með vísindagörðum þróun væntanlegra húsa og kjölfestu leigjenda. Ýmis ytri áhrif hafa haft áhrif á verkefnið eins og við þekkjum, það eru vextur og verðbólga en staðan verkefnisins að nú unnið að hugmynd deiliskipulagsbreytingu á lóðunum og leit stendur yfir að kjölfestu leigjenda. Síðan hafa Vísindagarðar samið við íslenska fasteignir þróun randbyggðar en Vísindagarðar eru í samtali við Landspítalann möguleg tækifæri þar og stefnt að því að reisa 2 vestustu húsin og verið einnig að ljúka deiluskipulagi fyrir þau.
Og nú hafa okkar vísindamenn og fyrirtæki lengi kallað eftir betri rannsóknarinnviðum og tækjabúnaði á Íslandi. Og vísindagarðar hafa tekið ákvörðun að undirbúa byggingu djúptæknikjarna þar sem þessum þörfum mætt. Stefnt því að djúptæknikjarni opni árið 2028 og byggingamagn 7.700 fermetrar ofanjarðar og 4.000 neðanjarðar. Og markmiðið sem með þessu verkefni að draga saman á einn stað háskóla, stofnanir og fyrirtæki til samvinnu og samnýtingu tækjabúnaðar og stuðla þannig einnig að þverfaglegri samvinnu. Og djúptæknikjarni, hvað í ósköpunum þetta djúptæknikjarni? En þetta bara rými til rannsókna og fyrir opna rannsókna innviði. Og verkefni tengist einnig skráningu innviða og stefnu stjórnvalda, Háskóla Íslands og Tækniþróunarsjóðs. Við lofuðum að vera mjög snögg, 1 mínúta eftir, þannig að ég ætla bara að ljúka þessa yfirferð hér og leyfa ykkur núna aðeins að heyra í þeim sem hafa kosið að vera með starfsemi sína á Vísindagörðum. Takk fyrir kærlega. Forritari, svo setur við hliðina á mér sölumaður og svo hinn ljósmyndari og svo komum við saman og það það sem mér finnst geggjað með Vísindagarðum. Mér finnst mjög gott að vera hérna og sérstaklega að svona tengjast þessu samfélagi sem hérna. Þetta frumkvöðla samfélag. Þetta svona mjög mikill asi, mjög mikill svona framtíðarhugsun. Við hjá KLAK erum stöðugt að halda alls konar viðburði þar sem tækifæri til tengslamyndunar. Maður eiginlega alltaf að kynnast nýju fólki. Og þó að fólk sé í einhverjum allt öðrum bransa maður sjálfur, þá lærir maður samt alltaf eitthvað af fólki. Að vera hér bara mikilvægt fyrir okkar starfsemi. Og bara í nútímanum þá verðum við bara að vinna miklu þverfaglegar heldur en við munnið áður. Skapandi greinar eða listir eru mjög oft settar á einn stað, en hönnun í eðli sínu sköpun og nýsköpun. Það sem við virkilega verið að reyna til dæmis að gera hér í Vísindagörðum, það að taka þessar flottu rannsóknir og hagnýta vísindin. Með því að vera hér þá ertu með tengingu við rannsóknirnar. Þú ert með tengingu við frumkvöðlaheiminn í gegnum KLAK, svo ertu með bara tengingu við atvinnulífið á fyrirtækjunum sem hérna efri hæðanum. Vísindagarðar og Vírin svona tengslatorg fyrir sprotasennuna. Hérna skapast aðstæður fyrir okkur til að gera hluti sem við höfum alltaf viljað gera og ég held að lífið sem í kringum okkar starfsemi sé bara mjög velkomið hérna. Það alveg ómetanlegt að geta haft þetta stuðningsnet sem hérna inni, svo ég tala nú ekki bara frá öðrum frumkvöðlum, fólki sem í sambærilegri vegferð og maður sjálfur. Við erum öll að reyna að gera eitthvað saman. Þetta bara samfélag og við lærum af hvort öðru, alltaf, já. Komið sæl öll, Hulda Hallgrímsdóttir heiti ég og verkefnastjóri í atvinnu- og borgarþróun. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá miðborginni okkar í tölum og smá í myndum líka. En árlega þá fáum við rannsóknarsetur verslunarinnar til að annast talningu á útsölustöðum verslunar og þjónustu í miðborg Reykjavíkur. Og þessi talning var fyrst framkvæmd 2015 og síðan aftur 2019 og hefur verið árviss síðan þá. Tilgangur talningarinnar að við öðlumst yfirsýn yfir þá þróun sem á sér stað í verslun og þjónustu í miðborginni og að við getum þá nýtt þau gögn í áframhaldandi þróun og tölurnar geta þannig bæði gagnast okkur og líka okkar samstarfsaðilum, til dæmis markaðsfélagi miðborgarinnar. Við sjáum það bara þegar við horfum á þessar tölur og í rauninni í gegnum þetta verkefni að með hverju árinu þá miðborgin að þróast og svo þróun ekki eingöngu til austurs og vesturs, heldur einnig til suðurs, til dæmis með Hafnatorgi og bara almennt í hliðargötum og minni götum í tengslum við Laugaveg og Hverfisgötu og þá miðborg sem við kannski áður þekktum. Já, og þið sjáu hérna, þetta í rauninni hvernig þetta hefur þróast. Það var í
2019 þá var til dæmis Grandanu bætt við og Hafnatorgi, 2022 þá kom Geirsgata, Mýragatan, Austurhöfnin og svo núna 2024 þá erum við að sjá að bara í tengslum við þá uppbyggingu sem á sér stað í Hlemm og í rauninni þau plön sem eru í kringum Hlemm að þá áhugi að færast yfir á það svæði líka og verður mjög spennandi að fylgjast með því sem mun gerast þar á komandi árum. En það sem við sjáum líka að það hafa aldrei verið fleiri staðir í miðborginni. Það eru 786 staðir sem bjóða upp á verslun og þjónustu í miðborg Reykjavíkur vorið 2024. Og svo svo frábæra þróun, að mínu mati, líka eiga sér stað, að fleiri og fleiri staðir hafa fengið leyfi til að færa út kvíarnar og nýta borgarrými tímabundið. Við höfum verið með verkefni eins og til dæmis Torg í biðstöðu, þar sem einstaklingum eða hópum gefið tækifæri til að taka almenningssvæði í borginni í eins konar fóstur og eins hvílustæði þar sem bílastæðum breytt tímabundi í dvalarsvæði fyrir íbúa gesti borgarinnar. Og það var í rauninni verkefni sem byrjaði í COVID út af einhverju brýnni þörf og við munum það öll, það var eitthvað gott með ferskt loft og eitthvað svona, við máttum ekki vera inni og nálægt hvort öðru. En verkefni reyndust bara svo vel og hafði jákvæð áhrif á mannlífið að það var bara ákveðið að halda áfram með það. Og eins hafa göngugöturnar í miðborginu auðvitað haft skemmtilega áhrif á mannlífið sem við sjáum. Ég nýt þess allavega sjálf þarf að fara Laugaveginn á leið til og frá vinnu og ég nýt þess að fara og upplifa borgina vakna á morgnana og svo mannlífið seinnipartinn. Við sjáum það að miðborgin samanstendur af fjölbreyttri verslun og þjónustu, glerugur, bækur, föt, úr, skart, snyrtivörur, hannyrðavörur, klipping, hreinsun, bíó, leikhús, ég geti talað svona áfram. Og miðborgin, hún býður upp á ógrynni af börum og kaffihúsum og ótrúlegt úrval veitingastaða. Þið sjáum það einhvers konar veitingaþjónusta í 278 rýmum miðborginni. Og hvort þú múst að leita að pilsu með öllu eða kebab eftir djammið eða vilt 10 rétta matseðil og vínpörun á Michelin-stað þá getur þú fundið það í miðborginni. Og það eitthvað að fá úr öllum heimshornum líka og það eitthvað sem að mér allan finnst frábært. Maður getur fengið smá svona stórborgarvæf þarna á þessum í miðborginni. Og aðra jákvæða tölur að nýting rýma að hækka líka og hækkaði úr 89,5% í 90,2% og hefur farið hækkandi síðan COVID með hverju árinu og við vonum auðvitað bara að þessi þróun haldi áfram. Og viðburðir og borgarhönnun, þau efla þetta mannlíf og menningu sem svo styðja við verslun, veitingastað og aðra þjónustu í miðborginni. Þannig að borgin þetta á ýmsan hátt að styðja við þá þróun sem í gangi og ég tók bara nokkrar stemningsmyndir með hérna. Og við viljum að hér sé fjölbreytt atvinnustarfsemi, menningar og mannlíf og öflugt og heilbreytt íbúasamfélag líka. Og við eigum nú þegar flotta miðborg sem þarf að þróa og hlúa að í takt við tíðarandann. Og án rekstrar aðilana væri auðvitað engin miðborg og því ótrúlega dýrmætt fyrir borgina að eiga í nánu samstarfi við miðborgina Reykjavík, markaðsfélag, rekstraraðilana í miðborginni. Og næst ætlar Róbert Aron Magnússon, verkefna- og markaðsstjóri félagsins, að segja okkur frá þeirra starfi. Gjör svo vel, Róbert. Takk fyrir. Góðan daginn. Róbert Aron heiti ég og framkvæmda- og verkefnastjóri miðborgarinnar, eða miðborgin Reykjavík markaðsfélags. Tilgangur og markmið félagsins sannarlega að vera markaðsfélag fyrir hagaðila í miðborginni og skapa jákvæða upplifun og upplýsa hvað miðborgin hefur upp á að bjóða og nú þessar nýjustu tölur sem hún var að tala hvar annars þar finnur þú 278 veitingastæði, 271 verslun, önnur þjónusta 136, menning og 33. Ég meina þetta gerir það að miðborgin sannarlega stærsta
markasvæði á Íslandi og þannig að það eins og ég segi, okkar markmið að upplýsa hvort sem það eru rekstraraðilar eða þeir sem vilja sækja miðborgina þessa þjónustu sem í boði. Okkar markmið líka að vera tengilið þessa rekstraraðila og Reykjavíkurborgar og við höfum átt gríðarlega gott samstarf með Reykjavíkurborg varðandi miðborgina. Stutt yfirferð, félagið var stofnað 1. mars 2023. Við fórum strax í svona markaðsgreiningu hvernig við vildum hafa félagið og í sjálfu sér vildum við fara í þá stefnumótun að gera bara nýtt logo, nýtt markaðsefni. Þið sjáið þarna bárurnar og þetta bein tenging í náttúrulega sjóin við miðborgina og svo náttúrulega gömlu Bárujárnshúsin sem að finna viðsvegar í miðborginni. Við vildum hafa skilaboðin stutt og hnitmiðuð og vildum svona benda á bara hvað var í boði hverju sinni. Og við vildum líka vera með mælanlega árangur í okkar markaðsstarfi. Þannig að við erum alltaf að hugsa þetta sem sagt fyrir þá rekstraraðila sem í félaginu, hvað búið að gera, hvernig getum við séð árangurinn og annað slíkt. Ég fer aðeins betur yfir það hér og eftir. Það sem kannski skemmtilegast í þessu að við stofnum félagsins, þá voru þau 15. Þau eru komin í 156. Mér skilst að á forveri þessa félags sem var miðborgin okkar, þá voru þið í kringum 100, þannig að við erum sannarlega í góðri vegferð. Við erum búin að keyra yfir 100 herferðir, bæði á samfélagsmiðlum og öðrum miðlum. Þetta gerum 5,5 milljónir birtinga, þannig að við höfum verið mjög sýnileg á öllum þessum helstu miðlum. Við höfum verið með reglulegar kynningar og námskeið fyrir aðildafélag og það hefur þá svona snúið að markaðsmálum og öðru slíku. Við erum með reglulega kaffifundi með Reykjavíkurborg og sem hefur skilað þá mjög góðum árangri þannig að rekstraraðilar geta komið svona sínum skoðunum á framfæri og öðru slíku. Við settum í lofti nýja vefsíðu og svo erum við með regluleg fréttabréf sem við sendum á aðildafélaga. Og svo eru við félagið með á cirka 6 vikna fresti erum við með fundi með Reykjavíkurborg þar sem við förum svona yfir stöðu mála. Aðeins aðildafélagana eins og ég segi, þetta eru 156 aðilar, svona skiptingin 62 veitingastæðir, 56 verslanir og 38 hótel og önnur þjónusta. Aðildagjöldin sem þessir aðilar eru þá greiða inn í félagið í kringum 9,4 milljónir. Við gerðum nýlega, eða fengum styrk frá Reykjavíkurborg fyrir næstu 3 árin sem eru 10 milljónir. Þar að leiðandi erum við með rétt undir 20 milljónum til að keyra þetta skemmtilega verkefni áfram og það eru auglýsingar sem eru í boði eða sem við erum að keyra út frá okkar miðlum. Og þið sjáið aðeins, við erum að leika okkur dálítið með svona skemmtilega liti og smá stemmingu þannig að þetta er svona vekur eftirtekt. Þetta eru svona þessi helstu miðla sem við erum að vinna með. Við erum dálítið að vinna undir bara sama grunni eins og bara stafræn auglýsingastofa og gerum þetta allt svo ég noti slæma íslensku in-house. Og þannig eru þessir helstu miðla sem við erum að nota. Þetta eru þær herferðir sem við höfum verið að keyra og þetta gerum við í öllum stærðum og gerðum hvort sem það eru myndir eða vídeo eða annað slíkt. Og er einmitt, ég veit ekki hvort að við séum þetta, en þetta er á borgarstöndunum þessi þar sem við erum að tala einmitt hvað er í boði í miðborginni hverju sinni. Hér er þetta svona skemmtilega mælaborð sem við upplýsum alla aðildafélagana, hvað er búið að gera, þar sem við getum séð fjölda birtinga, hvað eru margir sem hafa snert á þessum auglýsingum sem við hefur verið að setja upp, hvað margir hafa verið að horfa á þessi vídeo og annað slíkt. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt í þessu markaðsstarfi sem við erum að keyra fyrir miðborgina. Svona aðeins að lokum annað, við erum náttúrulega að setja í loftin í miðborgarkort sem að virka þá fyrir alla rekstraraðilana sem í aðild og erum svona hvetja fólk að bara svipað þeir gera í þessum verslunarmiðstöðum að versla bara í miðborginni. Miðborgin að fara dett inn á TikTok, þannig að fylgist með því. Síðan erum við að fara að keyra herferðir á bara hinum ýmsu miðlum fyrir sumarið og viðburði sumarsins og svo erum við bara að halda áfram að smala í félagið. Þannig að við bara hvetjum alla sem eru í rekstri og eru ekki komnir í félagið að gera það og hér eru þá upplýsingar og þessi QR-kóði, hann beinir ykkur beint inn á síðuna og fyrir ykkur sem að vilji þá fá nánari upplýsingar okkur, mig, bara sendið mér línu. Takk fyrir.
Kæra þakki fyrir þetta. Nú erum við komin svona í næsta hluta fundarins og í þessum hluta ætlum við að beina sjónum okkar að nýjum verkefnum í verslun, nýsköpun og ferðaþjónustu og byrjum á því að nefna nokkuð verkefni sem við á sviði verslunar sem eru fyrir utan það sem við höfum þau svæði sem við vorum að nefna hérna áðan. Það var ýmis konar gerjun í verslun í borginni á síðasta ári. Garðheimar opnuðu rúmlega 7.000 fermetra stórverslun í Breiðholtinu og þar komu Vínbúðin og Spíran með þeim og Holtagarðar fóru í gegnum endurnýjun lífdaga og þar opnuðu 5 nýjar verslanir á síðasta ári og í Kringlunni þar opnaði Mathöll, kom kannski engum óvart, byggir á traustum grunni þar, gamla Stjörnutorgið. Og svo var nýlega birt lýsing fyrir fyrsta áfanga á þróunaráætlun varðandi svæðið hérna við Kringlu Reitin sem var unnin af Henning Larsen arkitektum frá Danmörku. Ótrúlega flott tillaga og svona kveður dálítið við nýjan tón og kallast aðeins á við skipulagið í Keldnalandi sem var kynnt. Svona komin þessi hérna hallandi þök aftur og dálítið skemmtilegt og maður hefur fundið mjög jákvæð viðbrögð við þessu skipulagi og það er hægt að sjá það á internetinu en líka kynningarefni í Kringlunni, þannig að endilega kíkið aðeins á það. Aðeins verslunarmynstur. Við vitum það að verslun er að breytast og rannsóknarsetur verslunar hefur mælt að vöxtur netverslunar mælist í tugum prósenta ár frá ári og þetta hefur gríðarlega mikil áhrif á borgir og náttúrulega verslunina sjálfa og ekki síst hvernig við fáum vörurnar til okkar sem við pöntum á netinu og dæmi þetta eru Postbox sem að pósturinn er að setja upp og fleiri aðilar á svona lykilstöðum inn í hverfunum. Maron Kristoffersson, framkvæmdastjóri AHA, ætlar að koma hérna á eftir og segja okkur frá því hvernig heimsendingar hafa verið að þróast og AHA var stofnað árið 2011 og hefur vakið athygli hérlendis en líka erlendis fyrir þróun sína á notkun dróna við heimsendingar og Maron ætlar að koma með áhugaverða kynningu á því hvernig þetta gangvirki vöruflutninga innan borgarinnar er að þróast og er að breyta borgum. Síðan varðandi nýsköpun, við erum að bara núna í vikunni vorum við að undirrita samning áframhaldandi samstarfi FabLab og borgin er að vinna með fjölbreyttum hópi samstarfsaðila með því til þess að skapa frjótt nýsköpunar umhverfi í Reykjavíkurborg. FabLab átti 10 ára afmæli í janúar og borgin hefur stutt við starf þeirra frá upphafi. Þau voru svo sniðug að þegar ég tók við sem borgarstjóri þá beið mín gjöf og það var svona prentuð slaufa sem að þau gerðu með Reykjavíkur logoinu og ég gat ekkert annað en mætt með hana þegar þau áttu afmæli sem var skemmtilegt. En þau eru líka í mikilli sókn og framundan er stórt evrópskt rannsóknarverkefni sem heitir Green in Cities og snýr að svona samsköpun, það er samvinnuverkefni þróun grænna svæða í Breiðholti með íbúum hverfisins. Mjög spennandi verkefni. Nýsköpunarvikan, við höfum komið hér í almenningsmarkaði, förum í það. Við munum Kólaportið, það er enn á sínum stað en það er að fara í umbreytingu og eitt af einkennum skemmtilegra borga eru þessi markaðir. Þið þekkið það bara þegar þið farið til útlanda. Googlið oft, hvar eru markaðirnir? Og hann Hilmar Hildar Magnúsar ætlar að segja okkur frá vinnu borgarinnar við að skoða möguleika á almenningsmarkaði í Reykjavík og við auglýstum einmitt í gær eftir áhugasömum aðilum sem vilja vinna með okkur í því að þróa nýjan almenningsmarkað og þá erum við komin hérna, þá erum við bara komin í það. Bjóðum Hilmar Hildar Magnúsar upp á svið, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og gaman að sjá okkur svona mörg hér. Við ætlum að fjalla örlítið
nýjan almenningsmarkað í Reykjavík. Nú, af hverju erum við að skoða nýjan almenningsmarkað? Það nú kannski mörgum fersku minni að það hefur verið ákveðið að Listaháskóli Íslands flytji í Tollhúsið en borgin vill halda áfram að styðja við og tryggja grundvöll fyrir líflegan almenningsmarkað í borginni. Það var settur á laggirnar starfshópur og sem að hóf greiningavinnu og í kjölfari erum við á þeim stað núna að vera komin í markaðskönnun. Nú, þetta svona forsíðan hérna á greiningunni sem að hönnunarstofan M-Studio gerði fyrir Reykjavíkurborg í fyrra og okkar vinna liggur svolítið grundvölluð á þeirri greiningu. Nú, í greiningunni kemur fram að almenningsmarkaðir eru mikilvægur mannlífsvettvangur. Þeir eru mikilvægir í borgum og ekkert síður félagslega og menningarlega heldur en bara hreint viðskiptalega. Þeir eru meðal nefnilega fárra staða í borgum sem að bjóða upp á það að fólk af mismunandi þjóðernum og félagslegum bakgrunni safnast saman, kemur saman, hefur viðskipti og bara auðgar mannlífið í raun og veru. Og farsæll almenningsmarkaður er miðstöð mannlífs í miðborg og þar getur fólk bæði verslað en einnig eitt tíma. Og þessu tengt þá eru nú mathallirnir okkar svona kannski næsti bær við svona markaði og það gaman að segja frá því að okkur var bent á að eins og í mathöllin út að Granda að þar eru konur í meirihluta þeirra sem að reka staði og margar af einmitt erlendum uppruna. Þannig að þetta eru sannlega mannlífspottar og sem við erum að tala um. Nú, í greiningunni er talað að þeir tengi ólíka hópa. Þeir séu lyftistöng fyrir viðkomandi hverfi og þeir tengi hagkerfi. Við getum ímyndað okkur einmitt borgarhagkerfi og hagkerfi á landsbyggð, landbúnað og svo verslun í borginni. Þeir skapa viðskiptatækifæri, ýta undir betri lífstíl með ýmiss konar hrávöru frambúði og skapa gott andrúmsloft. Nú, hvað þarf nýr staður að uppfylla? Í greiningunni voru dregin fram nokkur viðmið sem að líka byggja á vinnu samtaka sem heita Project for Public Spaces. En þau eru fyrst og fremst að húsnæðið sé sýnilegt og eftirtektarvert, að það sé nálað við aðra þjónustu sem fyrir og það sem fólk safnist saman í borginni. Það sé gott aðgengi, fótgangandi, hjólandi, það sé líka pláss fyrir almenningssamgöngur, það sé aðkoma fyrir vöruflutninga og næg bílastæði og svo að húsnæði hendi vel undir starfsemina og sé aðgengilegt öllum. Og þetta svona heilmiklar kríteríur en við erum komin á þann stað að við erum núna óska eftir samtali við markaðsaðila hvort það sé áhugi á að koma í þessa vegferð með borginni og öll áhugasöm geta einfaldlega sett sig í samband við okkur á heimasíðu borgarinnar, reykjavik.is/athafnalíf. Takk fyrir mig. Góðan daginn. Maron Kristófersson heiti ég, framkvæmdastjóri aha.is. Mjög gaman að vera hérna í dag og skemmtilega kynningar. Ég ætla að taka 3 til 5 mínútur aðeins að tala sjálfvirkni í samgöngum og hvað við höfum lært hérna á síðar árum. Og 3 til 5 mínútur, það einmitt tíminn sem það tekur að fljúga úr Skeifunni á háanna tíma upp í Breiðholt með sendingu. Flugið alls sjálfvirkt og afhendingin sjálfvirk og síðan snýr hann bara við og kemur tilbaka og lendir. En í gegnum þetta verkefni sem við fengum leyfi frá Samgöngustofu, Reykjavíkurborg og fleiri yfirvöldum og erum mjög þakklátt því trausti árið 2017 höfum við fengið gríðarlega athygli erlendis. Það er búið að skrifa yfir 200 greinar okkur og það er búið að bjóða okkur að tala yfir 20 ráðstefnum erlendis þar sem að
hefur einmitt verið svona miðjupunkturinn þróun í samgöngum og þannig að það hefur ekkert bara verið drónar, það hefur verið sko borgarlínur, samgöngur, sjálfkeyrandi bílar og önnur tæki sem að koma til. Þá erum við líka í gegnum þetta búin að vinna í 2 ára verkefni fyrir Evrópusambandið þar sem að vera að undirbúa reglugerð fyrir ómönnuð flug yfir borgum í Evrópu sem að mun koma núna og taka gildi núna á næstu, ég myndi giska á svona 2 til 3 árum. Reglugerðin er tilbúin og það er verið að hugsa þetta af fullri alvöru. Fyrir utan það, þá erum við búin að keyra yfir 6 milljónir kílómetra á rafmagnsbílum í Reykjavík. Við höfum tekið mælingu á bæði stefnu, hraða og batteri á hverjum 6 sekúndum og það er svona mjög góð gögn inn í það hvað er svona skilja hvað er raunhæft það sem maður heyrir á þessum ráðstöfunum. Það er ofboðslega mikil froða líka, bara sem meikar ekkert sens. En svona í grunninn þá skiptir rosalega miklu máli að við erum alltaf að flytja 1 til 2-3 kíló eins og hálfs tonna farartæki. Það bara á slæmri íslensku meikar ekkert sens. Við verðum að aðlaga pakkastarina að farartækinu. Áður við fórum út í rafmagnsbílana þá vorum við að eyða hálfum lítir per sendingu í bensín. Þannig að það er mjög góð sprenging ef við kveikið í hálfum lítra bensíni og stórt reykský sem kemur úr því. Núna 2024 drónarnir sem við erum að nota farnir að eyða helmingi minna rafmagni eða reiddu fyrir 7 árum. Þannig að þetta er rosa mikill munur sem kemur þarna á þessum tíma. Allir neikvæðir þættir þeir hrynja bara með þessu. Einn dróni býr til miklu minni háaða í borgarlandinu heldur en bíl sem ferðast sömu vegalengd. Í sömu tilfellum er stór bíl samt bestur. Ef þú ert með 15 til 20 sendingar þá er alltaf ódýrast hraðvirkast að senda hann með stórum bíl. Þannig að þetta verður allt blandað. En það breytist rosalega mikið ef við þurfum ekki að flytja bílstjóran. Og talandi aðeins rafmagnsbílana, þá er eiginlega hægt að segja, sko, við erum á unglingsárum rafmagnsbílsins, en þegar hann verður fullorðinn, þá er hann lítill og kannski ekki alveg jafn skemmtilegur, hann svona minna spennandi en Teslan og kraftminni. Bensínbílinn er nefnilega flókið tæki með þungum þyngdarpunkti og þess vegna verður hann að vera breiður og það er vont í umferðinni. Rafmagnsbílar er einfalt tæki, fáir íhlutir, það eru lægri þyngdarpunktar og þeir eru núna detti það að verða miklu ódýrari en bensínbílar, þannig að þeir verða minni. Þar með er hægt að tala um að það er mun auðveldara að setja umferðan útblástur undir þakið í göng og með lægri þyngdarpunkti þá koma fram nýrri og styttri ökutæki. Þannig sjáum við Miklubrautin í dag, þannig að getur verið 9 bílar með 12 farþegum, getur breyst í það að vera með miklu fleiri en smærri bíla og almenningssamgöngur og flutt miklu fleiri farþega. Já, ég var búin með þetta. Himnasendingarna sem við erum að gera eru nú þegar miklu öruggari en sendingar með bíl. Þegar að þessar sendingar eru farnar að skipta milljónum, þá mun koma svo krafa, og þetta er mikið rætt á ráðstöfunum erlendis, hvenær verður fólk tilbúið að setja fólk í dróna. Þeir eru til, þeir fara styttri vegalengdir, en það mun hafa áhrif á viljan hvað er búið að fljúga mikið með smærri sendingar. Og hugbúnaður mun að miklu leyti stýra samgöngum. Maður sér fyrir sér borgarlínu sem er blandað af stórum og litlum ökutækjum. Því að í dag erum við að leysa þetta vandamál með hugbúnaði. Það sem er, sko, þegar maður sér strætó, þá langar mann rosalega mikið að búta hann upp í 6 til 8 bita og keyra út frá því. Því að þá gæti hver og einn farþegi verið að fara mun nær áfangastað heldur en er núna. Og þessi strætóar, þeir eru á sýningum, við erum að fara hérna á Movie í London í næsta mánuði. Það er alltaf fleiri og fleiri strætóar til sýnis þar. En svona í grunninn þá er bara mikilvægast í þessu tækniþróunin er rosalega hröð, það er mjög erfitt að skilja nákvæmlega hvar við erum. Þetta breytist mikið og samgöngutækjum mun fjölga mikið áður en fækkar aftur. Það er ómögulegt að segja hvað gerist á næsta ári, hvað gerist á 5 árum, en á 10 árum mun gerast miklu meira heldur en þið búist við. Það hefur allavega verið okkar reynsla síðustu 7 árin að í himnasendingunum þá erum við komin miklu lengra en við vitum. Allavega, ég veit að það er fullt af frábæru fólki alltaf að pæla í þessu alla daga. Ég er mjög gaman að því að skipta skoðun, þannig að að gera, koma og ræða við mig eða vilja á eftir. Takk fyrir. Sæl aftur. Vona að þið fáðu nú ekki leið á mér. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá nýsköpun í Reykjavík. En við sem borg og samfélag við stöndum frammi fyrir fjöldamörgum áskorunum sem krefjast nýrra lausna.
Því viljum við styðja við og byggja upp þá nýsköpunar innviði borgarinnar sem hjálpa góðum hugmyndum að verða þeim fyrirtækjum og lausnum morgundagsins sem við þurfum á að halda til að tryggja lífsgæði íbúa áfram, bæði núna og í framtíðinni. En í hvernig borg blómstrar nýsköpun, hvernig sköpum við þetta vistkerfi nýsköpunar sem tryggir skapandi verkefnum frjóan jarðveg þannig að þau geti orðið af þessum lausnum morgundagsins. Ef þið horfið á þessa mynd þá þetta tilraun til að teikna upp vistkerfi nýsköpunar í Reykjavík. Við erum með borgina og innviði og það sem þarf til að hér sé hægt að byggja eitthvað upp og laða að starfsfólk og svo þarf þekkingu og fjármagn, rannsóknir, vísindasamfélag, þá þarf fjármagn eins og sjóði og einnig svona áhættusækna fjárfesta til og klasasamstarf, stuðning við sprota, aðstöðu að tækjabúnaði, mentora og svona mætti áfram telja. En síðast en ekki síst ástæðan fyrir allri framþróun íbúarnir sjálfir og lífsgæði þeirra. Reykjavíkurborg vinnur með aðilum sem á einn eða annan hátt styðja við þetta vistkerfi nýsköpunar. Við erum til dæmis, eins og Einar sagði, stoltur bakið nýafstaðanar nýsköpunarvikum, þar sem 850 aðilar voru með passa á hátíðina og 40% þeirra voru alþjóðlegir gestir. 50 innlendir og erlendir fjárfestar tóku þátt á hátíðinni og það voru allskyns viðburðir allan bæ sem settu fókus á hinar ýmsu birtingamyndir nýsköpunar. Í Hafnarhúsinu veitir Reykjavíkurborg rekstrar aðilum Hafnarhás húsnæði á góðu verði þar sem 250 skapandi aðilar eru með aðstöðu. Við erum til dæmis líka með samstarfssamning við FabLab eins og Einar nefndi að var undirskrifuð núna í vikunni sem og Smiðjan tók á móti árið 2023 7.985 heimsóknum sem var 6% aukning frá fyrra ári og þau rekja þessa miklu aðsókn til greiðs aðgengis að Smiðjunni en með stuðningi Reykjavíkurborgar og ráðuneyta þá hefur verið mögulegt að hafa Smiðjuna opna 43 klukkustundir á viku og ávallt mannaði með hæfu starfsfólki. Og hraðlar eins og Gullleggi, Hringið og Snjallræði hafa verið stökkpallur fyrir fjöldamörg íslensk fyrirtæki sem hefur farnast vel. Borgin styður við vísindagarða sem Þórey talaði áðan og svona mætti áfram telja. Það eru fleiri dæmi það sem borgin styður við þessa aðila. En lykilorðið hjá okkur þegar kemur að nýsköpun samstarf. Samstarf við aðila sem eru hluta því að skapa gott vistkerfi þar sem nýsköpun þrífst. Og núna kemur smá vídeó. Nýsköpun blómstrar í Reykjavík, borg þar sem skapandi fólk fær að njóta sín. Reykjavíkurborg ýtir undir nýsköpun með nauðsynlegum innviðum og stuðningi við framtakssama íbúa með frumlegar hugmyndir. Hér fjölbreytt mannlíf og skapandi umhverfi. Í Reykjavík eru 3 háskólar á litlu svæði þar sem auðvelt aðgengi að næsta sérfræðingi. Atvinnugreinar eru í virku samstarfi þar sem tekið vel á móti nýjum hugmyndum. Nýsköpunarhöðlunum, Snjallræði, Hringiðu og Gulllegginu hafa frumkvöðlar tækifæri til að þróa og kynna hugmyndir sínar. Og í FabLab smiðjum hafa allir aðgang að stuðningi, tækjum og tólum til að búa til frumgerðir af hugmyndum sínum. Á Innovation Week fögnum við hugvitinu árlega. Í Reykjavík eru góð lífsgæði og mörg tækifæri til nýsköpunar.
áður en ég fer á sviðinu og það bendi ykkur á hérna tunnuna sem hérna aftast í salnum. Það smá kosning sem við vorum með á nýsköpunarviku í síðustu viku og endilega hérna kjósið. Það svona könglar sem maður kýs með. En takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hulda. Einhver getur spurt sig, af hverju borgin sem opinber aðilar að standa í þessu, að stuðla svona umhverfi? Staðan bara þessi, við erum í grjótharðri samkeppni við aðrar borgir ungt fólk. Það velur bara hvar það býr og með þessu samstarfi þá erum við að reyna að búa til einhverja væntingar hjá fólki hjá ungu fólki sem í grunninn ekkert að læra að verða læknar, lögfræðingar, píparar eða kennarar eða eitthvað þannig, þegar bara að þróa hæfileika sína og að því að við vitum að þessi störf, þessi hefðbundnu störf sem við erum að horfa á núna, þau munu breytast og þau eru að breytast. Þannig að við erum að gera þetta vegna þess að við viljum búa til umhverfi sem að veitir fólki ungu fólki sem að ákveða hvernig það ætlar að haga lífi sínu, trúa það að Reykjavík sé staðurinn til þess að þróa hæfileika sína. Og þetta bara alveg gríðarlega mikilvægt. Þannig að hlutverk hins opinbera dálítið þetta, að vera tengiliður, búa til þessi samvinnuverkefni og styðja við þau. Og ekki hugsa bara 1 ár eða 2 ár, heldur að horfa inn í framtíðina. Þetta á að vera svona áfram. Þannig að núna ætlum við að fara aðeins í ferðaþjónustuna og hún svona skapandi grein og hér mynd af Hallgrímskirkju, það flott, en við ætlum að fara í smá ævintýramennsku. Við erum með býtum við, ég ætla að fá ykkur til þess að vinna þess með okkur núna. Getum við fengið Menti-glæruna upp? Ég ætla að biðja ykkur að taka upp síman ykkar, af því mér langar að fá smá þáttöku og líka þeir sem eru í streymi heima. Reykjavík hefur upp á ótrúlega margt að bjóða. Við erum með alla þessa náttúru, við erum með alla þessa þjónustu, ferðaþjónustu fyrirtæki sem eru að bjóða upp á afþreyingu, veitingastaðinn og fleira. En mér langar dálítið til þess að fá ykkur til þess að taka þátt og ef ég fæ erlenda gesti og þau spyrja hvað við að gera í Reykjavík og þá þetta hefðbundna, farið í, labbið miðbæinn, farið í Hörpu, farið í Sundlaugarnar, farið í listasöfnin. 56% allra greiðenda inn á listasöfn Reykjavíkur eru erlendir. Þannig að við erum að nota, við erum að ná að selja þeim okkar þjónustu, en mér langar alltaf að sjá, hvað það sem að þið myndu mæla með fyrir ferðamenn? Sund, Heiðmörk, við erum ofta aldrei fókuserið á það og ferðamenn held ég líka að í Reykjavík sé bara hægt að gera eitthvað borgartengt, fara á Hvalasafnið, Lafasjó, Penis Museum og allt þetta sem að við sjáum að googlast mest, við þekkjum þetta alveg, en ég held að verkefni sé dálítið, hvernig getum við breikkað þessa tekjustrauma og fjölgað þeim, og þá langar mig að fá smá frá ykkur. Hvalaskoðun, Hallgrímskirkjuturnin, fara á KR-leik, það KR-ingur í svæðinu, skíði, Elliðaárdalurinn, hann náttúrulega byggjast upp og þar verið að auka þjónustu, Fly over Iceland, matarupplifun, fjöldi ferðamanna stiður náttúrulega við veitingastaðinn okkar, eins og við fáum að heyra eins og eftir, Laugardalurinn, þetta dálítið skemmtilegt, Sund, miðborgin, Sundlaugar, Heiðmörk, Perlan, þannig að það náttúra og fleira. Við nýtum þessa glæru, eigum hana, en fáum þá kannski næstu glæru. Við sjáum svona þessa mynd Hvað það sem að vantar helst í Reykjavík fyrir ferðamenn? Þá þetta bara sami kóði og það ætti að vera komið upp á skjáin hjá ykkur. Því að hvað það, nú vitum við það, við þurfum að hlúa að sundlaugunum, við þurfum að hlúa að grænu svæðunum í borginni.
að nú erum við að sækja innblástur og hér eru strax komin nokkur orð. Almenningssamgöngur, gott veður, það er reyndar alveg hárrétt. Það mætti vera betra, en við vitum samt að erlendi ferðamenn hafa allir gaman að þau koma í þetta fjölbreytta veður sem við búum við hérna á Íslandi. Það vantar tífólí, almenningssamgöngur, lest til Keflavíkur, hjólalegur, fjölskylduafþreyingu. Þetta við höfum verið að ræða þetta. Víða í borgum eru barnasöfn, svona Children's Museum, við þekkjum í Washington, þar er Mollið með Science Museum og Experimentarium í Kaupmannahöfn og fleiri svona, það sem að labbar inn í einhvern ævintýraheim og ertar heilan dag að því það er svo margt skemmtilegt fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Ok, þetta er bara nokkuð skýrt. Þið teljið sem eru hérna í salnum og þið sem eru heima að það sem að vantar helst fyrir ferðamann eru almenningssamgöngur. Ég er alveg hjartanlega sammála því. Ok, þannig að takk fyrir þetta. Við ætlum ekki að eyða meiri tími í þetta. Þetta var bara svona snörp skoðanakönnun og gagnast okkur. Fáum þá hér aðeins menningarnótt. Við erum með ótrúlega fjölbreytt menningarlíf í borginni og það er gríðarleg gróska í Reykjavík og við erum að styðja við hana. Við erum sjálf með 6 borgarhátíðir á hverju ári sem að draga fólk að og við erum að ná alls konar markmið með þessum hátíðum. Það styðja við fjölbreytileikan og fleira og núna eru þær 6, það eru hinsegin dagar, Hönnunarmars, Airwaves, Reykjavík Dance Festival, Riff og óperudagar og ef við skoðum aðeins hverjir eru að koma hérna, það eru rúmlega 2 milljónir erlendra ferðamanna sem komu til landsins árið 2023 og Spá ferðamálastofu og Ísavía gerir ráð fyrir að ferðamönnum fjölgi og verði yfir 3 milljónir árið 2029 og þessi hraða fjölgun er áskorun fyrir áfangastað eins og Reykjavík og við vitum að 90% þessara gesta munu heimsækja Reykjavík og gerum okkur besta til þess að byggja upp þessa innviði til þess að taka vel á móti þeim og almenningssamgöngunar eru algjört lykilatriði í því. Þessi uppbygging og þessi vöxtur í ferðaþjónustunni veldur líka þrýstingi á húsnæðismarkaðinn þar sem að fólk flytur hingað til þess að vinna í ferðaþjónustunni en líka í gegnum Airbnb íbúðir og fleira. Við bjóðum þetta fólk að sjálfsögðu velkomið, brettum upp ermarnar og byggjum húsnæði en þetta er bara verkefnið. Og ferðaþjónustan er gríðarlega mikilvæg atvinnugrein fyrir Reykjavíkurborg. Samkvæmt greiningu samtaka ferðaþjónustunnar vinna rúmlega 15.000 launþegar eða 12% allra launþega í Reykjavík í ferðaþjónustu og heildartekjur af ferðaþjónustu eru 105 milljarðar og skatttekjur höfuðborgarsvæðisins af því að þetta er í raun og veru einn áfangastaður allt höfuðborgarsvæðið er 18 milljarðar. Við erum að vinna með fjölmörgum aðilum að því að vekja á athygli á Reykjavík sem áfangastað og þar má nefna Meet in Reykjavík, Inspired by Iceland, Visit Reykjavík, ferðaklassan og miðborgina og að ná til réttu ferðamannana krefst samstarfs og Inga Hlín frá markastofu höfuðborgarsvæðisins ætlar að koma hérna upp á svið og ræða þennan vettvang sérstaklega. Þá kemur forseti borgarstjórnar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og ræðir nýja tíma í móttöku skemmtiferðaskipa. Og þá við ætlum að byrja hins vegar á því að fá hana Kömmu Þórðarsson hingað upp til þess að ræða hóteluppbygginguna í Reykjavík. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Ég heiti Kamma og vinn við atvinnuþróun og skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Ég er tengiliður við ferðaþjónustuna og ætla að tala við ykkur hóteluppbyggingu í Reykjavík í dag.
Sjálf flúði ég land sem táningur en kom heim þegar ég eignaðist börn, eins og margir gera. Og þá kom ég heim í gjörbreytta borg, þökk sé ferðamönnum. Nú eru hér fjölbreyttir veitingastæðir, öflugt menningarlíf, alls konar sýningar og skemmtanir allan ársins hring, en það fylgja ferðamönnum líka áskoranir. Þeir koma hingað að sækja að mörgu leyti það sama og við erum að leitast eftir sem búum hér. Þeir leita í þess að nála við náttúruna, þeir leita í öruggt umhverfi, en þeir koma svo margir og þá er spurningin, hvar er gestirnir að gista? Og önnur, mjög mikilvæg spurning, hvernig maður koma þeim á milli staða og sjálfbæran máta? Og Reykjavík er mjög vinsæll áfangastaður og hótelherbyggin sem eru í borginni eru mjög vel nýtt. Það eru 77% hótelherbygginýting og það er vel yfir meðaltali. Það eru 50 hótel í borginni og uppbygging hefur haldist í takt við fjölgun ferðamanna undanfarin ár, þrátt fyrir óvenju hraðan vöxt greinarinnar. Hér sjáum við fjölda seldra gistinátta og gleðjumst yfir því að litlu munar eftir mánuðum. Árstíðarsveifla hefur farið minnkandi, en það er markmið hjá okkur að herbyggi séu vel nýtt allan ársins hring. Það sýnir okkur líka að það er ekki offjárfesting í greininni þegar herbyggin eru líka notuð á veturna. Ef við skoðum hvar ný hótel eru staðsett í borginni, þá skulum við miða við borgarlínu til að sjá framtíðarsýn borgarinnar sjálfbærar samgöngur og hóteluppbyggingu saman. 80% alls atvinnuhúsnæðis sem byggist upp í borginni á næstu árum verður byggt meðfram borgarlínu, þannig að hér má sjá borgarlínuna og þau hótel sem hafa opnað nýlega og þau eru í miðbænum. Byrjum á Reykjavík Edition, en ChatGPT vill meina að það sé besta hótelið í Reykjavík, en það kom stertinn á markaðinn með 250 herbyggi. Grandi hótel býður upp á 195 herbyggi við hafið. Hótel Reykjavík Sagar með 130 herbyggi og ágætis trúnóbar og Hótel Alþingi er með 160 herbyggi og hótelið er nánast listasafn fyrir íslenska nútímalist. En ef við skoðum hótelverkefni í þróun, þá eru þau ekki lengur öll í miðbænum. Við hvetjum alla fjárfesta sem við hittum til að staðsetja hótelin sín meðfram borgarlínu. Sum verkefnin eru í byggingu og önnur á þróunarstigi. Flest verða þau meðfram borgarlínu sem er í takt við okkar framtíðarsýn. Hér má sjá nokkuð dæmi það sem koma skal. Hér verður Radisson Red og svona var reiturinn í fyrra. Svona er hann í dag og svona verður hótelið þegar það opnar vorið 2025 með 191 herbyggi. Svona var gamla sjónvarpshúsið. Nú er engin bygging þarna, en svona verður Hyatt Centric hótelið þegar það opnar með 169 herbyggi. Í fyrra stóð til að stækka Grand Hotel með viðbyggingu og bæta við 150 herbyggjum og við merktum þarna hvar það ætti að gerast. Og núna er allt að gerast. Og eftir stækkun verður Grand Hotel rúmlega 460 herbyggja hótel, eða stærsta hótel landsins með mikla ráðstefnu getu og áætluð verklok eru 2027. Þá hefur Accor hótelkeðjan keypt Hótel Múla og gerir það nú upp. Hluti af stefnu okkar er að laða alþjóðlegar hótelkeðjur til landsins og það er sérstaklega ánægilegt að fá Accor hingað með sinn kunnahóp. Og Ibis Styles Reykjavík, fyrsta hótel Accor-keðjunnar hér, opnar í febrúar 2025. City Hub opnar á Hverfisgötu í september með 96 herbyggi, eða PODS. Það er mjög lítil herbyggi og þetta verður litrík viðbót við gistimarkaðinn sem hentar þeim sem vilja lítið láta fyrir sér fara. Það er nýtt íbúðarhótel sem hefur opnað í húsinu næst Hlemmi sem heitir Hlemmer Square. Þar eru 33 hótelíbúðir. Hilton Hlemmer er þróunarverkefni sem við áætlum að verða með 170 herbyggi. Og Moxie Hotels by Marriott er stórt verkefni sem er framundan í Borgartúni og við bíðum spennt eftir frekari upplýsingum það. En það skiptir máli að bjóða upp á grænar tengingar við ný hótel þar sem 70% af losun Reykjavíkurborgar er vegna samgangna og 3 af hverjum 5 ferðamönnum ferðast á bílaleigubíl í dag. Það er því ljóst að ferðaþjónustan er mikilvægur samstarfsaðili fyrir borgina ef við viljum ná okkar loftslagsmarkmiðum. Og það er mikil uppbygging í gangi í Reykjavík og það er gott vegna þess að í fyrra þá fækkaði hótelherbyggjum í Reykjavík 24. En það er mjög góðs viti að það er uppbygging í gangi
og flottar alþjóðlegar keðjur á borð við Hilton, Marriott, Hyatt, Radisson og Accor sjá tækifæri hér og vilja koma inn á þennan markað. Þá pössum við að hafa alltaf blöndu. Við viljum líka hafa gistiheimili, hostel og jafnvel heimagistingu innan skynsemismarka. Reykjavík fjölbreytt og skemmtileg og það verða hótelin hér líka. Takk fyrir. Sæl blessuð, Ingelín heiti ég og framkvæmdastjóri markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins og ætla að fá að segja ykkur aðeins frá þessum samstarfsvettvangi sem við eigum. Við vorum stofnuð núna rétt fyrir ári síðan af samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ferðamálasamtökum höfuðborgarsvæðisins og erum búin að vera að efla starfsemina og svona verða til í þeim skilningi. En okkar hlutverk að þróa og markaðssetja áfangastaðinn í heild. Þá erum við ekki bara að hugsa Reykjavík, erum að hugsa allt höfuðborgarsvæðið, en á sama tíma vinnum við undir merkjum Visit Reykjavík í okkar erlenda markaðsstarfi, þar sem að Reykjavík bara það sem við tölum fyrir. Þannig að það eru allir sammála það að við séum Reykjavík. Okkar helstu áherslur eru að efla vitund og þekkingu áfangastaðinn, bæði fyrir ferðamenn og íbúa. Við eigum að móta og efla samstarf og samlegð málefni ferðaþjónustunnar, gagnvart höfuðborgarsvæðinu, milli sveitarfélaga, atvinnulífsins og svona stáðukerfisins. Við eigum að efla samkeppnishæfni og slagkraft í erlendu markaðsstarfi sérstaklega, þessari alþjóðlegri samkeppni sem við höfum við aðrar stórborgir meðal annars. Við eigum að stuðla að sátt íbúa atvinnulífsins og sveitarfélaga málefni ferðaþjónustunnar og erum þar að búa til samstarfsvettvanga og samstarfsverkefni því tengdu. Við eigum að styrkja stoðir og uppbyggingu ferðaþjónustunnar, bæta ímynd og eftirspurn, en annars svo bara almennt þetta kynningar og markaðsstarf fyrir áfangastaðinn, áfangastaðaþróun og svo efla þessa fagmennsku í ferðaþjónustunni einnig. Stofan markaðs- og áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins en við erum eina af 6 öðrum markaðsstofum landshlutana og þetta var svona þessi síðasta stofa sem var stofnuð sem þessi samstarfsvettvangur á milli þessara aðila. Því forsenda árangurs í svona verkefnum samstarf hagaðila og það koma svo sannarlega margir hagaðilar að okkar verkefnum og ég ætla bara svona aðeins að sýna ykkur þetta því þurfum við ekki að lesa allt sem stendur en sveitarfélögin standa öll á bak við okkur og Reykjavík þar að sjálfsögðu langstæðst. Við erum með fjölda aðildarfélaga í okkar verkefnum og þeim fer sífellt fjölgandi og ég vil endilega hvetja alla þá sem að því tengjast. Við erum með, það eru hótelkeðjurnar, það eru veitingastaðir, það eru afþreyingafyrirtækin og söfnin og menningin sem að koma þessu og fasteignafjölu einnig líka sem að við störfum með. En við störfum svo líka með eins og þessum stjórnvöldum tengdum ferðaþjónustunni, við erum með hluti af markaðsstöðum landshlutana, við vinnum samtökum ferðaþjónustunnar, Íslandsstofu í erlendu markaðsstarfi, ferðamálastofu að uppbyggingu ferðaþjónustunnar í landinu og svo framvegis. Og vinnum svo líka einmitt með íslenska ferðaklassanum og öðrum þeim sem hafa verið nefndir hér í ferðaþjónustu í dag. Samhliða stofnun markaðsstofunnar var gerð áfangastaða áætlun og þar voru settar svona helstu stefnur til næstu 3 ára í verkefnunum en við erum núna að uppfæra þau verkefni þar sem við erum svolítið að horfa þvert á allt höfuðborgarsvæðið og þau verkefni sem því tengjast. Verkefni sem eru í áfangastaða áætlun hafa svona fá sérstakann plús þegar verið að sækja fjármagn í framkvæmdasjóð framkvæmdasjóð ferðamannastaða og skipti því miklu máli upp á fjármögnun í því. Við gerðum síðan í framhaldinu ákveðna stefnumörkun fyrir áfangastaðinn það sem við viljum standa fyrir og viljum vinna með og það gerðum við með okkar aðildarfélögum og vorum að vinna því núna fram á jólum og þar ákveðum við það að við viljum að framtíðarsýnin fyrir áfangastaðinn sem við viljum vera þekkt fyrir að vera leiðandi í sjálfbærni. Það bara hluti af því sem að stjórnvöld hafa líka sett sér í ferðaþjónustu og við viljum auðvitað vera leiðandi þar líka. Við viljum vera ein heild fyrir fjölbreytta upplifun og eins og kom hérna fram áðan í skýinu sem þið settið upp, við viljum efla það á öllu höfuðborgarsvæðinu, fá líka þessa dreifingu ferðamanna innan svæðisins. Við viljum líka vera staðið til að hægja á sér, við viljum að fólk stoppi hér í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu og njóti þess að fara á veitingastaði, fara og nýti sér afþreyyinguna og svo framvegis og taki sér kannski 1-2 auka daga eða komi sérstaklega bara hingað í borgarferðir. Þannig að það okkar sýn í þessu líka. Við viljum líka vel ekki athygli á samfélagi lífskeiða fyrir höfuðborgarsvæðið og við viljum að sjálfsögðu vera gestir í sína áfangastaður. Skiptir gríðarlega miklu máli að taka vel á móti okkar móti ferðamönnunum.
En leiðarljósið okkar í vinnunni að höfuðborgarsvæðið sé vinalegur og nærandi áfangastaður, iðandi af menningu og lífi en jafnframt einstök náttúruperla sem býr að þeirri hreinu orku sem einkennir Ísland. Við vinnum með 4 stoðir, borgin og náttúran, orkan og vatnið, samfélag lífsgæði og minnsta stórborgin og við vinnum eftir ákveðnum svona gildum líka eins og til dæmis nærgætni, gagnvart samfélagi og náttúru, umburðarlyndi, útsjónarsemi, gestrisni og vera stolt af því að búa hér og bjóða fólk velkomið hér á höfuðborgarsvæðið. Verkefnin okkar kristallast kannski akkúrat í þessu, innlent tengslastarf, markaðsmál og almannatengsl, upplýsingagjöf og svörun fyrirspurna, erlent tengslastarf og viðburðir og þróun og fræðsla. Ég hef ekki tíma í dag til að segja ykkur frá öllum verkefnunum en ég valdi svona 2 sem ég fann skipta máliði þekktuð. Það markaðsmálun okkar og almannatengslin. Við rekum Visit Reykjavík vefinn sem fær hátt í 1 milljón heimsókn á ári. Við erum með samfélagsmiðlana, við erum með viðburðardagatal fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Við vinnum áhrifavöldum að efnisköpun fyrir áfangastaðinn. Við erum að vinna fjölmiðlaferðum svo sem Pride núna hátíðin 25 ára og erum að fá blaðamenn í samstarfi við Íslandsstofu og fleira í því tengdu. Við erum einnig að vinna að verkefni sem fjallar kjarna og ferðaleiðir innan höfuðborgarsvæðisins og mjög mikilvægt svo inn í innlendu markaðssetninguna og erlendu gagnvart því að við fáum fólk til að dvelja lengur og ferðast víðar höfuðborgarsvæðið og dvelja þar. Að lokum það eru seglar út frá leitaráhuga sem við gerðum núna síðasta haust. Þar fórum við í það að greina hvað fólk var að leita að, hvaða áfangastaður það var að leita að. Þetta var ekki hvað þetta gera, heldur áfangastaðirnir og þarna fengum við ágæta mynd af því hvernig staðin akkurat núna en munum skoða það í framhaldinu. Við vorum síðan með fyrstu ferðasýningu ferðaþjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu á okkar vegum núna 18. apríl þar sem yfir 1000 manns mættu. Við byggum við það að listasafnið gat talið fyrir okkur og í þessu voru 50 fyrirtæki og ég ætla að fá að enda mína kynningu á vídeó frá þessum viðburði sem var afar skemmtilegur og verður að sjálfsögðu aftur að ári síðar. Takk hérlega fyrir. Góðan daginn og gaman að sjá ykkur svona mörg hérna og líka gaman að sjá ykkur svona mörg online. Ég svo heppin að í mínu starfi sem forseti borgarstjórnar og sem stjórnarformaður Faxaflóahafna þá ég einnig formaður atvinnu nýsköpunar og ferðaþjónustu í borginni. Og eins og borgarstjóri kom inn á áðan að þá skiptir atvinnulífið í borginni eina af þessum risastóðum. Við sem erum í pólitíkinni erum alla daga að ræða skólamál og leikskólamál og skipulag, en eitt af því sem við megum aldrei gleyma samfélagið í kringum atvinnulífið sjálft. Og þess vegna svo gaman í dag að fá gríðarlega fjölbreytt erindi það hvernig borgin að þróast og ég ætla að fá að fara aðeins yfir nýja tíma í skemmtiferðaskipum. Nú, við höfum séð á síðustu mínúndum hvað mikill kraftur í ferðaþjónustunni og hvað mikið hefur gerst, en síðan við vorum, það ekki nema 2 ár síðan að við vorum hérna í heimsfaraldri og það hefur fór að kikkaði allt í gang aftur eftir það upp úr árinu 2020 og dæmi það þá sérstaklega aðgerðaáætlun stjórnvalda sem að fleiri hundruð manns hafa tekið þátt í og núna í þingsályktunartillögu sem liggur inn í þinginu. Og þar eru gríðarlega mörg verkefni og ég veit að mörg ykkar sem eru hér núna og eru heima að hlusta tóku þátt í þessu en það sem við ætlum að fá að draga hérna fram kannski sérstaklega ein aðgerð. Mér langar samt að vísa í bara það að ég hvet ykkur til að lesa þessa aðgerðaáætlun því að þarna inni eru mörg verkefni sem snúa bæði að sveitarfélögunum, okkur hérna, sem snúa að markas- og áfangastaðastofunni sem við stofnuðum fyrir ári síðan og eru í rauninni aðgerðir sem við
verðum að setja núna á okkar aðgerðaplan. Eitt af þessu sem eru svona verkefni sem koma til okkar eru þolmarkar greiningar af ýmsum toga fyrir marga áfangastæði og frekari innviða uppbygging sem við erum nú þegar búin að sjá að í gangi. En ég ætla að fá að segja ykkur aðeins frá stefnumörkun í kringum þolmörk móttöku skemmtiferðaskipa. Þannig að við köllum hana C7, það sem sagt aðgerð í aðgerðaáætlun og hún hljómar eða hún fjallar sérstaklega samstarf móttöku skemmtiferðaskipa og nýtingu innviða og þar er okkur gert sveitarfélögunum og ferðaþjónustunni í hverjum landshluta að við vinnum greiningar og mótum stefnu landshlutans og í okkar tilviki þá höfuðborgarsvæðisins fyrir umgjörð og komu skemmtiferðaskipa og landtöku utan hafna einnig sem þá náttúrulega á sérstaklega við allan hringinn í kringum landið. En í þessari vinnu stjórnvalda aðgerðaáætlun var gríðarlega mikið rætt skemmtiferðaskipin og þið getið rétt ímyndað ykkur hvernig svo umræða hefur verið að þróast undanfarið. Við heyrum að það er mikið af skemmtiferðaskipum og Akureyri, við heyrum alveg hvað að gerast á Ísafirði, það að koma skemmtiferðaskip núna við erum að fá ný þorp og ný sjávarþorp sem eru að fá til sín skemmtiferðaskip sem hafa ekki þessa löngu sögu sem mörg önnur sveitarfélög hafa. Akureyri hefur áratuga reynslu á því en Grundarfjörður til dæmis ekki, bara svo ég taki ykkur aðeins í tengsl við þessa umgjörð sem við erum með. Við erum í núna að hefja vinnu og erum í rauninni í miðju kafi, skulum við segja, í svona stefnu og þolmarkagreiningu. Við ákváðum að fara strax á stað, bíða ekkert eftir þinginu lengur, heldur vind okkur í þessa vinnu, fengum til okkur þetta verkefni, settum það á stað. Verkefna eigandinn í rauninni Reykjavíkurborg í samstarfi við Faxaflóhafnir. Framkvæmdaraðilinn okkar til þess að halda svona ákveðnu hlutleysi þá Markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins sem er svona þessi utanborðsmótor sem keyrir þetta áfram. Og við erum núna á þessum 4. punkti sem þá í rauninni skilgreining stefnuyfirlýsingar sem við erum þar akkurat í dag. Hérna fáið þið að sjá í rauninni að við erum að byrja þetta verkefni. Við erum núna á punkti 1 sem eru stefna og þolmörk. Þegar við erum komið með það sem verður núna vonandi í júní að þá förum við í að móta aðgerðaáætlun og byggða þá á þessum sameiginlega skilningi okkar og síðan förum við í innleiðing á stefnu og framkvæmd aðgerða. Þannig að við erum í rauninni bara að taka fyrstu skrefin og við erum með gríðarlega öflugan hóp með okkur í stýrihópnum. Markaðsstofan sér framkvæmdina en við í stýrihópnum erum bæði með fulltrúa frá Reykjavík og þar erum við úr pólitíkinni, við erum með fulltrúa frá Faxaflóahöfnum, frá íbúasamtökum Laugardals og Miðborg, við erum með 2 aðila úr ferðaþjónustu, við erum með aðila úr menningu og við erum með aðila úr verslun og þjónustu. Við erum með gríðarlega þéttan og góðan og öflugan stýrihóp sem kemur með mismunandi glerauga að þessu og við erum gríðarlega ánægð með það. Nú staðan sú, ef ég leyfi mér að fara aðeins tilbaka það sem við erum akkurat, við erum búin að vera að tala við hagaðila og vera í miðlun og úrvinnslu upplýsinga. Nú hafa verið haldnar risastórar vinnustufur, það standa yfir frekari djúp við tölu akkurat núna og stýrihópurinn að fara að heitast á næstu dögum til þess að fá að sjá hvernig gengur. En þetta svona eitt af þessum stóru verkefnum því að þegar við erum að tala skemmtiferðaskip og nú höfum við mörg hver mikla skoðanir á því og margar og misjafnar en það eru 3 risaverkefni sem snúa skemmtiferðaskipum. Eitt eru umhverfis- og loftslagsmálin, eitt svona tekjumódeli í kringum, hvernig skattleggjum við það, hvernig áhrif hafa skemmtiferðaskip á bara umgerð ferðaþjónustunnar og síðan það núna eins og við erum að sjá núna hvernig skemmtiferðaskipin eru í rauninni að skipta sér svolítið í 2 flokka sem annars vegar þeir farþegar sem koma til borgarinnar siglandi og sigla frá og svo hins vegar það sem við köllum skiptifarþega sem koma fljúandi inn og hefja sína vegferð á bakkanum í Faxaflóahöfnum. Og ef við förum aðeins yfir, að því við erum búin að fá tölur fjölda ferðamanna í borginni, en hér sjáum við þróun skemmtiferðaskipa og við sjáum öll þetta gat sem var árið 2020 og 2021. 2022 fór heldur vel á stað. Ég veit nú reyndar ekki á hverju tölurnar duttu út, það eiga nú að vera að minni.
en svona getur nú tækni strítt manni, en við erum allan með tölurnar fyrir síðustu 2 árin, þetta er 23 og 24 sem þið sjáu hérna. Og þetta er 260 skip og þið sjáu að aukningin, hún er rauninni engin þetta ár og það eru svolítið áhugavert með skemmtiferðaskip, en það eru gríðarlega margir þættir sem hafa áhrif á komu skemmtiferðaskipa. Sannarlega alheims faraldur eins og við sjáum, en það er ekki bara það. Það er líka þróun heimsmála, stríð í Evrópu. Við erum að tala breytingar á siglingum Rauðahaf bara núna. Það sem að árásarhópar Jemen eru að valda usla. Og ég meina, þetta er langt í burtu, en þetta hefur áhrif á okkur og skipakomur til Evrópu og skipakomur til Íslands. En við erum í þessu megin hlutverki að vera í rauninni þessi miðstöð á milli norðurs eða milli vestus og austus. Eitt stórt verkefni sem ég glemdi reyndar alveg að segja, en er risaverkefni okkar, og það eru landtengingar skemmtiferðaskipa og það er partur af þessum umhverfistætti. Ég mátti nú bara til með að setja þessa fallegu mynd á okkur hérna, piltur og stúlka með hækjurnar sínar, en akkurat þarna að þá erum við að landtengja fyrsta skemmtiferðaskipið niðri í Gömlu Höfn. Þetta gerðum við í fyrra haust, en stóra málið er að landtengja náttúrulega allan skipaflótan, en við erum núna í vegferðum að landtengja öll skemmtiferðaskipin, líka þessi risastóru sem koma á Skarfabakka. Og þetta er verkefni á allra næstu árum og mun kosta okkur nokkra milljarða. Við erum að vinna með það bil 4 milljarða núna. En þá er það langar mig að, og við gætum alveg haldið einn fyrirlestur landtengingar, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að fara núna í þróun farþegaskipta, frábært, nú eru tölurnar allavega inni og hér sjáum við hvernig í rauninni farþegaskipti, það eru enn og aftur þessi sem fljúga inn til landsins, gista hérna á hótelum og gistiheimilum mögulega áður en að fara borð, það er siglt hringinn í kringum landið og síðan flogið aftur heim. Ég efa það að fólk sé að sigla heim, sem það er að segja með ferjunni okkar góðu frá Seyðisfirði. En þið sjáu hérna að þessi hópur er orðinn mjög stór og við höfum verið að þjónusta þennan hóp í tjöldum niður á Skarfabakka. Og ég veit ekki, að því að það er nú bara stormur úti núna og gul viðvörum, það var á þessum tíma í fyrra, cirka bát í seint í maí eða í byrjun júní, sem við lentum í því að vera tilbúin með tjaldið fyrir skemmtiferðaskipin. Og hvað þurftum við að gera? Jú, það kom náttúrulega bara ein appelsínugul lægð úr vondri átt fyrir höfnina og við þurftum að setja gáma hringinn í kring, fengum Eimskip með okkur í lið og netanótar yfir til þess að halda öllu niðri, til þess að nú tjaldi sem áttu að virka í 3 mánuði myndi ekki fjúka. Og þetta er náttúrulega aðstæða sem við getum ekki búið fólki upp á og alls ekki starfsfólki okkar og umhverfinu, því að þarna niður á höfninu náttúrulega fjöldaðinn allar á fyrirtækjum og við getum ekki haft fljúandi tjöld þar. Það gengur ekki. Þannig að það er búið að vera í undirbúningi núna þróun og uppbygging farþegaskiptamiðstöð. Og þetta er hérna risaverkefni, ekki síst af því að þessi farþegar sem koma eru svona skiptifarþegar í rauninni að búa til eða eru með miklu dýpra hagrænt spor í samfélaginu heldur en þeir farþegar sem koma siglandi og sigla síðan í burtu. Og rannsóknamiðstöð ferðamála gerði rannsókn á þessu í fyrra og sýnir í rauninni að það er ekki 2-falt heldur 3-falt þetta hagræna spor. En nú er þessi farþegamiðstöð, við erum byrjuð að byggja hana, hún á að vera, þetta er vel rauninni bara svona hálfgjör flugstöð, af því að ég átta mig á því að farþegaskiptamiðstöð kannski hljómar eitthvað skringilega fyrir þau sem ekki þekkja, en þetta er í rauninni tollafgreiðsla, landamæraeftirlit, inngangur og útgangur, þetta er í rauninni fungerar eins og flugstöð. Og þetta er fyrir 3.500 til 4.000 farþega, pluss farangur, þetta eru 5.700 fermetrar, þetta er rétt minna en fótboltavöllur af því að það eru einhverju káringar í salnum. Það er aðgengi fyrir alla og þetta er fjölnota bygging, nýtist einnig utan vetratímans sem skiptir ferðaþjónustuna máli. Það hefur verið ákall sérstaklega frá okkar ráðstefnu höldurum að það séu stóri salir sem að bæta þá við, ekkit endilega eitthvað fyrir þessar ráðstefnur, heldur meira fyrir galadinira og sýningar og fleira, þannig að það hefur verið ákall það
og þetta gæti nýst í það líka. Við erum í rauninni núna, þá fórum við skóflustunga, klassískt. Það er náttúrulega stundum svolítið norðanátt þarna. Ég sjá hvað mér kalt en Gunnar og Lilja ráðherra, þau eru bara í góðum gír sko, en ég þarna í einhverju kuldabóla. En svona mun þessi farþegaskipta miðstöð líta út og hún er í rauninni, var búin að lofa því að ég myndi segja sem sagt, hverjir hönnuðu þetta, því að við erum hérna í svokölluðu samkeppnisútboði og þessi verðlaunatillaga var samþykkt og kynnt í júní í fyrra og til þess að fara nú ekki með fleipur í því, þá er ég að reyna að finna hérna hjá mér nákvæmlega hvaða ég er ekki með það sko, þannig að, nei, jú, hérna kemur það. Þetta er bara svolítið viðkvæmt sko, það verður að vera rétt. Það eru teymi IAVF, verkfræðistofunar VFSO, Brock Studio Arkitekta sem var hlutskapast. Nú kannski skilja okkur, ég mundi þetta ekki. Þetta var náttúrulega svo margir sem kom að þessu, en þetta er samkeppnisútboð á útlit, á hönnun, á framkvæmd og ég tala nú ekki á umhverfið líka og þetta er í rauninni búið að skrifa undir samning. Við tókum fyrstu skóflustunguna, við gerum ráð fyrir því að þessi farþegaskiptamiðstöð við tökum hann í not árið 2026, vonandi fyrir það season sem það byrjar. Það á alveg eftir að ákveða hvað barnið á að heita, það verður nú eitthvað skemmtilegt. Auðvitað verður svona miðstöð að heita eitthvað. En eins og þið sjáið, að þá eru þessi risamál okkar sem snúa að ferðaþjónustu öll á fleygiferð. Við viljum vera samkeppnishæf borg og það er nefnilega alveg rétt sem að borgarstjóri kom inn á hérna áðan að við erum í bullandi samkeppni fólk, ekki síst þegar kemur að nýsköpun, en þið eruð búin að vera mjög glögg hérna og gefa okkur vísbendingur það hvað ferðaþjónustunni vantar sem dæmi og almenningssamgöngur eru partur af því og við vitum þetta og þetta ákall, það er ekki bara það að þið eru að segja okkur þetta hérna í dag, heldur er þetta ákall sem við erum búin að vera með í fanginu núna undanfæri misseri og hefur verið ákall frá ferðaþjónustunni sjálfri. Þannig að ég bara þakka fyrir og fyrir í rauninni frábær erindi og ekki síður bara hvatningu áfram í áframhaldandi störf fyrir atvinnulífi og uppbyggingu í borginni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Lóa. Hér er vídeo fyrir athygli. Mér fannst skemmtilegt að sjá myndina þér og Sigurði Inga á hækjónum. En þetta hefði náttúrulega ekki gerst nema vegna þess að Willum Þór skrifaði undir samningu klínikin að skipta með sér og mjaðmir og það allt saman. En það er annað mál. Mikilvæg innviða uppbygging. Það er náttúrulega gríðarlegur þróttur í borginni og þrátt fyrir hátt vaxtastig og samdrátt í fjárfestingu víða, þá getur borgin ekkert hætt að fjárfesta. Við erum bara með lögbundna skyldur og verðum að halda áfram að synda. Við erum í mikilli uppbyggingu og viðhaldsmálum í grunn- og leikskólum og hérna er nú mynd af þeirri tillögu sem sigraði í samkeppni nýjan skóla í Vogabyggðinni. Gríðarlega áhugaverð teikning og skemmtilegar pælingar hjá þessum arkitektum. Ýmis verkefni sem eru í þróun og þarna erum við með tillögu umbreytingu á Grófarhúsinu. Við höfum aðeins hægt á því verkefni, bara einfallega vegna þess að við höfum þurft að skera niður fjárfestinguna og fókusuna á það sem mestu máli skiptir sem eru grunn- og leikskólar og svo innviðir fyrir uppbyggingahverfin, götur og lagnir og fleira, frágangur. Við erum að halda áfram með Hlemmtorgið, þar erum við bara hreinlega að breyta öllu skipulagi og er gríðarlega spennandi að sjá Hlemmin byggjast upp með allt öðrum áherslum heldur en var og síðan erum við núna í síðustu viku vorum við að undirrita viljayfirlýsingar uppbyggingu lífsgæðakjarna fyrir eldra fólk. Þið þekkið það hvernig aldurspíramídin er að breytast. 2050 verða
eldri borgarar yfir 67 komnir úr 53.000 núna upp í 90.000. Þannig að við verðum að fara að huga því með skipulagsgleraugunum og að byggja fyrir þennan hóp. Það bara einfaldlega þannig. Og gríðarlega spennandi uppbygging framundan í þessu. Við auglýstum sem sagt eftir áhugasömum aðilum til þess að fara í þróunarverkefni, leggja til lóðir eða kaupa af okkur og fara í samtöl við félög eldri borgara, sækja sér þekkingu utan úr heimi og hanna hverfi fyrir eldra fólk sem að geta verið alls konar en grunnurinn að byggja með þeirra þarfir í huga. Og eitt af því sem að skiptir þar mestu máli að það sé samvera og skipulagið sé þannig úr garði gert að það dragi úr einmanaleika, auki virkni og heilbrigði, af því að allt talar þetta inn í það að þessi hópur að stækka og við þurfum að sinna honum vel, og ef við höldum honum heilbrigðum og glöðum þá það bara fjárhagslegur faktor sem að spilar þar inn í, en líka bara það að betra að búa í Reykjavík sem eldri manneskja. Og hérna eru myndir af þessum, þetta nú bara svona tillögur og hugmyndir, skipulagsferlið að hefjast og það verður mjög spennandi að sjá hvernig þetta þróast. Svo náttúrulega Landspítalinn á fleygiferð, við sjáum klæðninguna koma utan á þessar byggingar, einn stærsta framkvæmd Íslandssögunnar og eru að setja mikinn svip sinn á borgina. Og þessar framkvæmdir teygja sig út fyrir Vatnsmýrina reyndar, af því það eru líka mikla framkvæmdir í undirbúningi á Grensás. Og hér önnur mynd fyrir athygli og meiri sé enn einn í viðbót. Þetta verður glæsilegt. Þjóðarhöllin, við erum ekki mynd af henni, en þarna afmarkaður reiturinn, forval fyrir samkeppnisútboð hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal stendur yfir og það áætlað að niðurstaðan liggi fyrir í næsta mánuði. Tímalína verkefnisins brött og krefjandi, en það búið að bóka höllina undir HM í handbolta 2031, þannig að það eins gott að drífa fram skóflurnar, en þetta gríðarleg lyftistöng fyrir allt íþróttalíf í landinu, en þó sérstaklega fyrir íbúa, börn og ungmenni í Laugardal, þar sem að borgin kemur þarna inn með ákveðið hlutfall af æfingatímum og tryggir þannig æfingaöryggi fyrir félögin og skólana í dalnum. Svo það Mammúð, sem stærsta lofthreinsiver í heimi. Það opnaði á Hellisheiði, en það geti fangað alltaf 36.000 tonn af koldíoxíðsýringi á ári úr andrúmsloftinu og tekur hann og bindur hann ofan í stein. Þið þekkið þetta Carbfix verkefni. Þetta samstarfsverkefni sem sagt Climeworks, sem svissneskt fyrirtæki og Carbfix og leiðandi á heimsvísu. Og það það vel heppnað að það var ákveðið að skala það upp og tífalt og stefna fyrirtækin að því að fanga og binda koldíoxíðsýring á þeim skala sem að loftslagsmarkmiðin okkar krefjast. Borgarlínan, fulltrúar Vegagerðarinnar munu koma og segja okkur frá því nánar hvernig gengur með þessi stór verkefni í Reykjavík, annars vegar stokka eða jarðgöng við Sæbraut og Miklubraut og svo hins vegar næstu skref í uppbyggingu borgarlínunar. Og þetta náttúrulega bara algjört lykilatriði fyrir ekki bara Reykjavík heldur höfuðborgarsvæðið allt. Við erum búin að koma inn á þetta á nokkrum stöðum hérna í dag. Þetta bara grunnurinn að því við náum að vaxa og þroskast og auka skilvirkni og þannig að það afar mikilvægt að við náum að uppfæra samgöngusáttmálann sem í fullri vinnslu og tryggja framgang þessara verkefna. Þið vitið og ég held að almenningur vitið líka að við getum ekki gert ekki neitt. Það alveg útilokað. Þannig að síðan það Alvotech og Alvogen. Þau hafa verið stærsti uppbyggingaraðilinn í Reykjavík á síðustu 10 árum og hann Jóhann G. Jóhannsson ætlar að fara aðeins yfir helstu atriði uppbyggingarinnar og þau jákvæðu áhrif sem að hún hefur haft á borgina og ég ætla bara að bjóða Jóhann upp á svið. Vertu velkominn. Takk Einar, góðan dag öll sömul.
Ég heiti Jóhann Jóhannsson, ég einn af stofnendum Alvotech og mér langar aðeins að svona kynna fyrir ykkur sögu félagsins og hvað við höfum verið að gera síðustu ár. Þið kannski afsakið að kynningin á ensku. En það sem kannski mér langar að gera fyrst að segja ykkur aðeins hvað Alvotech fyrir það sem ekki kannski þekka sögu félagsins og hvað við erum að gera. Félagið stofnað 2013 af Robert Westman. Í dag erum við 1000 starfsmenn og það svona cirka 40% erlendir starfsmenn. Við erum með, sem allir eru skattgreiðendur í Reykjavík, vonandi, útsvarsgreiðendur. Við erum framleiðum allt á Íslandi, allar framleiðsla og við erum háöf þannig að allar tekjur koma hingað inn félagsins og eru greiddir skattar hér heima. Við erum framleiðum lyf sem við eru svona líftæknilyf sem er svolítið framtíðin í dag og við erum að lækka lyf þannig að verða lyfum þannig að fleiri geti notið þeirra. Og við erum skráð á markaði náttúrulega og við erum með 11 lyf í þróun þar að 2 eru komin með samþykki á heimsvísu. Við það gengið afskaplega vel, við skráðum okkur á markað fyrir 2 árum tæpum og við erum í 5.000 hluthafa og við erum svona fyrsti einhyrningur Íslands þó aðrir hafi tilengað sér það sem er bara jákvætt til þjóðarland og þjóð og við náðum það með árangrið 2018. Eins og ég sagði áðan, við þróum allt sjálf, við gerum allt sjálf, við framleiðum allt sjálf sem er mjög svona sjaldgæft í þessum heimi og við gerum það hér heima og við erum búin að setja 200 milljarða í verkefnið, allt í allt. Og mikið af því hefur komið hingað inn til landsins og þær húsbyggingar sem við erum með sem ég sýni ykkur eftir, sem við erum að byggja hér í góðu samstarfi við Reykjavíkurborg, þær eru svona á bilinu 20-30 milljarðar virði, eða semst við hefum sett hér 20-30 milljarða bæri þær byggingar, en heildarverkefnið er komið vel yfir 200 milljarða, sem er svona miklu leyti innspilning til Íslands. Við erum, eins og þú kannski vitið, við hefum fengið samþykki allra sem samþykkja þurfa okkar verksmiðjur, þannig að við erum bara tilbúin í að framleiða og getum framleitt hér til 2030 þessum húsakosti, með það sem við teljum við þurfum, þannig að framtíðin er björt. Við erum með 4 byggingar og við byrjum 2013 leið á fyrirtækið var stofnað og fengum þá lóði í Vatnsmýrinni með hjá Vísindagörðum og Reykjavíkurborg og það hefur gengið afskaplega vel. Það hús var tilbúið 2016. Það eru 13.700 fermetrar og síðan byggðum við aftur og það hús var eiginlega klárast núna í ár. Það var tekið í notkun og þið mættu þar í opnunarhátíðina núna fyrir mánuði síðan. Þannig að þetta er svona allt gengið afskaplega vel. Síðan erum við með hús á Klettagarða og svo annað á Lambhafi. Ég sýni ykkur aðeins meira þau síðar. Vatnsmýrin er náttúrulega okkar lykil starfsemi, hún er öll þar og þar er framleiðslan, þar er þróunin. Til að byrja með var ekki til svo kunnað á Íslandi sem við þurftum á að halda og þannig við þurftum að stofna fyrirtæki í Þýskalandi en við síðan fluttum við hingað heim og núna erum við laus við Þýskaland að mestu leyti þannig að öll þekking komin heim og allt er framleitt í Vatnsmýrinni. Þetta er hitt húsið sem við tókum í notkun núna fyrir mánuði síðan. Síðan Lambhavegur, það er annað hús sem við notum sem lager og síðan er kannski að lokum það er Klettagarða 6. Þar hefur verið rannsóknarstofur sem núna verður breytt í science park eða svona vísindagarða með aðkomu vísindagarða og háskólans. Þannig að háskólinn verður inni, vísindagarður inni og svo verður startup. Þetta verður alveg hrikalega flott, ef ég má segja, fyrir Ísland, fyrir framtíðar. Þarna verða framtíðar vísindamenn Íslands og þarna verður framtíðin
í lyfjum og vonandi stofnum við nýjan bara kannski að geira á Íslandi innan lyfja. Og svo lofa ég Óla að segja frá Hólmsheiðinni. Þannig að Hólmsheiðin, við erum komið lóð á Hólmsheiðinni og ef allt gengur upp þar þá eru þar vöruhús og pökkunarstöð líka á Hólmsheiðinni þegar eftir nokkur ár, eða ekki Óli? Þakka fyrir mig. Góðan daginn. Kristján Árni heiti ég, vinn hjá Vegagerðinni sem verkefnastjóri á höfuðborgarsvæði Vegagerðarinnar. Ég ætla að fara hérna yfir stuttlega áætlanir stokka og jarðgöng í Reykjavík. Það hafa verið lengi, það hafa verið lengi uppi tillögur stokka á höfuðborgarsvæðinu, þá kannski sérstaklega hefur verið talað miklu betur stokk lengi. Samgöngusáttmálinn var svo undirritað 2019 og þar var áætlað að færa helmingur af fjármagni í stofnvegaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu og þar af var gert ráð fyrir 4 verkefnum þar sem að umferðin færi í stokka eða jarðgöng. Það er þá Miklubraut og Sæbraut og Reykjanesbraut í Hafnarfirði við Kaplakrika og Hafnarfjarðarvegi í Garðabæ. En þau verkefni sem ég ætla að tala hérna í dag eru á Miklubraut og Sæbraut. En fyrst við bara hvað felst í framkvæmd stokka, þá er það svona í mjög frekar einfölduðu máli þannig að grafinn skurður í áfengum eftir endurlöngu stokkstæðinu og steyptur stokkur svo byggður í skurðinum og fyllt yfir. Og þá var megin umferðin komin neðanjarðar og ný tækifæri skapast til landnotkunar á yfirborðinu. Jarðgöng aftur á móti, að þau eru grafin neðanjarðar án þess að raska yfirborðinu meðan þau eru í framkvæmd, nema þá við vegskálana við enda gangana. En verkefni sem ég ræði hér eru bæði þéttbýli og eru þá til þess fallin að breyta ásýnd borgarinnar og upplifun og skapa þá ný tækifæri til uppbyggingar og borgarþróunar. En svona meðal helstu ávinninga þessara framkvæmda að þá verður það helst að nefna bætt umferðarflæði akandi með mislægum lausnum og greiðari samgöngur og aukið umferðaröryggi fyrir gangandi og hjólandi og greiðari samgöngur fyrir borgarlínu og strætó með mislægum þverunum. Tengir betur borgarhluta hvorum megin umferðarþungra stofnvega og hljóðvist og loftgæði eru bætt yfir langa kafla stofnvega og svo skapast þetta aukna rými til uppbyggingar og borgarþróunar. Og með því að auka bæta þessar tengingar gangandi hjólandi og almenningssamgöngum þá erum við að hvetja til vistandi ferðamáta og mæta þannig loftslagsmarkmiðum stjórnvalda. En ef við lítum svo hérna á hvernig núverandi ástand að þá er þetta hljóðvistarkort á Reykjavík. Blái liturinn sýnir semst mestan hávaða sem eru auðvitað kringum þessa stofnvegi og sést áhrifin á nálæg hverfi. Og íbúa þéttleiki, þar sem rauður er mestu þéttleiki, hann er ansi mikill í kringum akkúrat þessi verkefni og mun aukast ef að áætlanir myndi ganga eftir sem að kynntar í aðalskipulagi sem tillögur að þéttingarreitum og þá er áætlaður sem sagt þéttingarreitir í nálægð við þessi verkefni líka. Og núverandi ástand þekkjum við svo sem öll, þetta eru einhverju umferðarþyngstu vegir á höfuðborgarsvæðinu, stór og þung gatnamót og margar tengingar og þessi vegir virka sem eins konar gjá milli hverfa í dag. En við förum aðeins yfir forsögu þessara verkefna og byrjum á Sæbraut. Þá kom hún inn á samgöngusáttmála 2019. Stokkur og Sæbraut er á aðalskipulagi Reykjavíkur til 2040. Áður hefðu verið áætlanir mislæg gatnamót Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar. Kleppsmýrarvegur og Skeiðavogar fyrirgefið. Mikil íbúðaruppbygging er svo fyrir austan Sæbrautar með blandaðri byggð og þúsundum íbúða sem koma þarna í framtíðinni. Og hverfið nú þegar fara að byggjast upp og það er mikið þörf á að bæta þessar tengingar gangandi og hjólandi á milli hverfana og þessi uppbygging tengist svo áætlun borgarlínu sem áætlar að fari þessi nýju hverfi og þveri svo Sæbraut við suðurendans yfir á Suðurlandsbraut.
heildarskoðun á þessum kafla fyrir nokkrum árum sem sýndur í hérna með grænu. Leiddi svo í ljós þar sem var verið að reyna að finna bestu lausnir fyrir umferðina á svæðinu. Leiddi það að ljósa þessi sviðsmynd með Sæbrautir stokk yfir hennan cirka kílómeters kafla og frjálst flæði við Bústaðaveg. Þetta gefa mestan áving fyrir alla ferðamáta, þá bíla, almenningssamgöngur og gangandi og hjólandi. Og að ræða það 850 metra langan stokk sem fer þá niður norðamegin við rampa að og frá Vesturlandsvegi og svo myndi ná fram yfir Kleppsmýrarveg og Skeiðavog norður fyrir þá vegi og kemur þá upp til móts við Húsasmiðjuna. Og þar ofan eru þá ný mislæg gatnamót og borgarlína þegar svo stokkinu eins og áður sagði við Suðurlandan. Frumdrög voru unnin 2020-2021 sem var það fyrsta hönnunarstigi, forhönnun að klárast núna og yfirstandandi mat á umhverfisáhrifum. Svona geti syðri Stokksmynni litið út, þetta ásýndamynd og svo skapast auðvitað miklu möguleikar yfirborðinu í tengslu við deiliskipulag Vogabyggðar og hérna þá sýnt það sem getur verið mögulegt skipulag sem í rauninni útkoma úr hugmyndaleit Reykjavíkurborgar árið 2021. Þessar tillögur hafa í rauninni þróast mikið síðan þá í takt við áframhaldandi hönnun stokksins og deiliskipulagsvinnunnar. En færum okkur yfir í Miklubrautina. Hún hefur verið til skoðunar í lengri tíma og var í aðalskipulagi Reykjavíkur 96 til 2016 og í aðalskipulagi Reykjavíkur til 2040 sem stokkur frá Snorrabraut og austur fyrir Kringluna. Það var ýmsar tillögur unnar eins og þessi frumskoðun sem unnum var fyrir reyti 2019 og var rauninni grunnurinn af því sem fór inn í samgöngusáttmála. Og árið 2021 þá stóð Reykjavíkurborg fyrir þessari hugmyndaleit þarna við vesturenda stokksins líka og þá var til skoðunar ný byggð í nágrenni vesturenda stokksins og nýja samgöngutengingar. Og vinnaði frumdrög hófst svo árið 2022 og að ljúka núna í maí. En þau byggja raunar á þessari hugmyndilega tillögu í vesturendan. Við sjáum þá hér fyrirgefið. Þarna að ræða lengri stokk yfir 1,8 km með 2 akreinum í hvora átt og meginumferðin fer þá neðan jarðar og yfirborðinu verður rólegri íbúagata með borgarlínu og göng- og hjólastígum. Og allt tengist þetta borgarlínu og gert ráð fyrir að hún þveri Miklubraut við vesturenda stokksins og liggi svo meðfram honum endi löngum á yfirborðinu. En það eru þetta talsverðar áskoranir við svona stokkaframkvæmdir og þá helst að nefna að þetta hefur mikil áhrif á veituinnviði sem liggja meðfram og þvert á framkvæmdasvæðið. Og það mjög takmarkað pláss fyrir hjáleiðir umferðar, en skurðurinn getur verið yfir 40 metra breiður eða meira. Og það getur verið erfitt aðgengi að einhverjum húsum og talsverð áskorun að halda ásættanlegu umferðarflæði á köflum meðfram framkvæmdasvæðinu. En það jú vegna þess að við erum að gera þetta hér. En á frumdraga stigi þá voru 2 meginlausnir skoðaðar og hannaðar og það Miklubraut stokk og jarðgöng. Og svo lausn sem mun frekar litið til núna Miklubraut að setja Miklubraut í jarðgöng. Og jarðgöngin eru lengri en stokkur eða 2,8 km. Það var Miklubraut lækkuð austan við Grensásveg og færði þá niður til móts við Skeifuna og næði svo vestur fyrir Snorrabraut. Og þetta 2+2 vegur í göngunum í 2 gangahlaupum og jarðfræðirannsóknir sýna að aðstæður fyrir jarðgöng á þessum kafla eru mjög góðar. Og það umtalsverðir kostir við jarðgangalausn umfram stokkalausn. Göng liggja mun dýpra en stokkur og valda því takmarkuðu raski á núverandi lagnir og núverandi götur og gatnamót og núverandi byggð. Og það mun einfaldara að leysa umferð á framkvæmdatíma að þessum orsökum og þá hægt að nefna til að mynda aðgengi að Landspítala því þar vegstæðið ansi þröngt í dag.
og svona í grunninn þá er það bara þannig að þetta minna raska það leiðir af sér minni óvissu og framkvæmda áhættu verkefnisins. Og jarðgangalausn, hún leysir einfaldlega líka umferðartafir betur heldur en stokkalausnin og þá kannski einna helst þessir lausn sem við erum að líta til þar sem við værum líka með þessar gangatengingar að og frá Kringlumýrarbraut og leysir þá líka þessi stóru gatnamót við Kringlumýrarbraut mjög vel, bæði hvað varðar umferðartafir og umferðaröryggi. Og svo er unnin í tengslu við frumdræðavinnuna félagssagfræðileg greining. Þar sem stokka- og jarðgangalausnir voru bornar saman við valkost með engum framkvæmdum, þá með tilliti til samfélagslegs ábata til framtíðar og greiningin leiddi í ljós gríðarlegan ábata af jarðgangalausn sem var metin fleiri tugum milljörðum hærri en fyrir stokkalausn. En svo það sé sagt að þó jarðgangalausn hendi mjög vel á Miklubraut og þá hendar hún síður á Sæbraut, þar sem aðstæður eru bara mjög ólíkar og er að mörguleyti mjög ólíkt verkefni. En svona sjáum svo hér á lokum ásendamyndir af Vesturenda og Stokks og mögulegu yfirborði og þetta sem sýnt hérna er í rauninni samræmi við þessa hugmyndaleita tillögu og lausn í Vesturenda yrði eins en svo sama fyrir bæði stokka- og jarðgangalausn. Borgarlínan þverar þarna úr Arnarhlíðinni og yfir á Snorrabraut og Burknagötu. Svona gætu jarðgöng litið út í Austurenda og svona yrði mögulegur stokkur í Austurenda. En eins og hefur kannski svolítið komið fram hérna þá tengi borgarlínan þessi verkefni sáttmála svona að við svolítið saman. En stokkar og jarðgöng í Reykjavík, þeir tengjast þá 3 lotum borgarlínu sem þú lota 1 úr Hamraborg að Ártúnshöfða en þar þverar borgarlína Sæbraut og Miklubraut. Lota 3 úr Mjódd að BSI og þar þverar borgarlína Sæbraut og keyrir svo eftir endilöngum Miklubrautar göngum á yfirborðinu í núverandi vegstæði Miklubrautar og lotu 4 úr Hafnarfirði að Kringlunni eða Miklubraut. Og þá passa kannski vel að Ásdís taki við og ræði borgarlínuna. Takk fyrir mig. Góðan daginn, Ásdís heiti ég og er forstöðumaður borgarlínunar og ég ætla að fjalla aðeins borgarlínuverkefnið og stöðuverkefnana og Öldu sem er brúin yfir Fossvog. Ég er búin að vera að fjalla borgarlínuna töluvert undanfarið árið og það er svo merkilegt við þessa framkvæmd þó að þetta verkefni að þó að sé búið að vera til umfjöllunar í fjöldamörg ár, þá er það pingu á reiki hvað þetta er stundum, þessi borgarlína. Þetta er svo kallað BRT-kerfi eða Bus Rapid Transit System og það segir fólki bara ekki neitt, svona alla jafna. Þannig ég byrja ofta á að sýna fólki bara þetta. Það sem þetta er strætó með eiginleika lestakerfis. Og hann hefur þessa eiginleika vegna þess að borgarlínan, hún fær sitt sérrými, alveg svo lestirnar fá sína lestarteina, þá verður borgarlínan í sínu sérrými og það er nú lykilatriði. Hún auðvitað mun ferðast götur borgarinnar og þarf að koma að gatnamótum og fara þar yfir og til þess að koma í veg fyrir tafir þá mun hún fá forgang á ljósum. Svo er það þetta sem er algjör bylting en það verður mjög stuttur tími á milli vagnana. Það er gert ráð fyrir að það sé 7-10 mínútur á milli borgarlínuvagna og þá er þetta orðið svona svolítið líkt því sem við þekkjum sem þegar við förum í almenningssamgöngur erlendis. Við þurfum ekki beinlínis að fara að skoða tímatöflur eða velta því fyrir okkur hvenær lestin eða vagnin kemur. Við bara förum út á stöð og við vitum að það bara stutt í næsta vagn eða lestin eða hvað við erum fara að nýta okkur. Vagnarnir í borgarlínukerfinu, þeir verða stærri heldur en hefðbundnir strætisvagnar og þar af leiðandi verður afköst kerfisins bara meiri fyrir vikið. Það er miklu meira áreiðanleiki í þessu kerfi vegna þess að það sem að strætó lendir í dag eru þetta tafir. Hann festist í sömu umferð og við sem ferðumst á bílunum, hann er bara jafnfastur og við í umferðartöfum. En það er náttúrulega með því að vera í sérrými
og með forganguljósum þá losnum við þessar tafir og fáum þar af leiðandi mjög áreiðanlegt kerfi. Biðstöðvarnar, þær verða þannig að það verða rauntíma upplýsingar á stöðunum, þannig að þegar við mætum þá sjáum við bara 3 mínútur í næsta vagn og þar á eftir 7 mínútur og svo framvegis og aftur, þetta er eitthvað sem við þekkjum bara til dæmis á lestarstöðum erlendis. Og við erum að hanna með við aðgengi fyrir alla, sem þýðir meðal annars þrepalaust aðgengi en það þýðir líka ýmislegt fleira. Og við höfum verið að funda auðvitað með hópum sem hafa gefið okkur fullt af ábendingum varðandi þessa hönnun og það er hugað því alveg frá upphafi kerfisins að tryggja aðgengi fyrir alla. En þetta er samt ódýrara en lestakerfi og það er auðvitað kostur. Þetta er líka sveigjanlegra að því leytinu til að strætisvagnar í borgarlínu kerfisins geta keyrt inn og út úr lotunum sínum, það geta farið út úr sérrýminu en auðvitað fer lestin ekki svo auðvitað af teinunum sínum en við vonum ekki sem gerum í lestum og þetta er einfaldara í framkvæmd. Af því sögðu þá er þetta ekki mjög einföld framkvæmd. Þetta er og verður alltaf töluvert flókið þegar þú ert að framkvæma svona inn í borg, byggðri borg. Þetta er gríðarlega umfangsmikil framkvæmd og óhjákvæmilega bara þegar við hefjum okkar framkvæmdir hér á fullum krafti þá er óhjákvæmilegt að það verði umtalsvert rask við þær framkvæmdir hér í borginni en all hönnun og framkvæmda áætlun er miðað auðvitað við að takmarka rask sem verður á framkvæmdatíma. En er þetta nauðsynlegt? Það er ekki alltaf allir samfærðir en mér finnst rosa gott að tala bara í tölum. Bílum hefur verið að meðaltali fjölgað 70 á viku frá 2016 samkvæmt skráningum. Þetta er bara vikulegar tölur sem samsvarar 27 km langri bílalest á ári. Og það er svo gaman að setja hlutina í samhengi og ef þið horfið á kortið þá er þetta eins og við myndum leggja bíl við bíl frá hringtorkinu við HÍ á hringbrautinni og það myndi ná alla leiðin upp á Kjalarnes. Og þetta er bílafjöldin sem er að bætast við á höfuðborgarsvæðinu á hverju ári. Það hefur gert það meðaltali frá 2016. Þannig að já, sannarlega, ég held að það sé alveg ljóst að við þurfum ykkur afkastamikil kerfi inn í þetta. Plássþörfin fyrir þessa bíla ef við leggjum þeim, það jafnast á við 22 fótboltavelli. Og þetta þekkjum það að landsvæði er gríðarlega mikilvægt fyrir alla. Þannig að þetta er meðal annars ágætisleið finnst mér til þess að sýna þurfum við þetta kerfi og þá kemur næsta spurning, erum við að gera eitthvað sem aðrir ekki að gera? Erum við að finna upp hjólið, fara ótróðnar slóðir, gera eitthvað sem að gæti klikkað? Nei, við erum ekki að gera það. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hvað við erum svo satt 246.000 á höfuðborgarsvæðinu þessar myndir. Við verðum orðin 300.000 innan áratugs. Og þá erum við það sem kallast meðalstór borg, við erum ekki nein smáborg lengur, við erum að minnst okkar meðal. Og þá ætla ég að sýna ykkur aðeins að ganni hvað nágranna þjóðir okkar og borgir svona í kringum okkur er að gera. Þessi aðilar er að skoða BRT-kerfi eða komin með þau í rekstur. Og þetta eru til dæmis Umeå, það sem eru 80.000 íbúar, og svo Stavanger með sína 228.000 íbúa og svo auðvitað fleiri. Þannig að þeir eru að skoða svona borgarlínukerfi. Svo eru aðrir að skoða léttlestarkerfi eða komin með það. Bergen með sína 260.000 er með léttlestarkerfi í rekstri. Óðinsve, Lundur með sína 82.000 íbúa og Uppsalir er undirbúa léttlestarkerfi. Þannig að nei, við erum ekkert að gera eitthvað óvanlegt, við erum held ég bara að fara í þrautreindar og þekktar leiðir og bara mjög nauðsynlegar fyrir borg af okkar, eða höfuðborgarsvæði okkar stærð. Já, borgarlínan er hluti af verkefnum samgöngusáttmálans, borgarlínan er helmingurinn af samgöngusáttmálanum. Hinir þættirnir eru stoppvegir sem að Kristján var að kynna fyrir ykkur áðan. Það er líka framkvæmdir vegna virkra ferðamáta, það er til dæmis hjólastígar og leiðarkerfi fyrir hjólastíga og svo öryggis- og flæðisbætandi aðgerðir. Þessi verkefni eru algjörlega samhangandi. Eins og Kristján var að sýna ykkur, þá gerum við ekkert eitt án annars.
En það sem ég segi oft fyrir þá sem sjá ekki fyrir sér að nýta sér almenningssamgöngur, að borgarlínan svo einstaka aðgerð sem getur gert þeim sem kjósa að nota einkabílinn mest gagn. Vegna þess að við þurfum afkastamikið kerfi til þess að taka á þessari miklu aukningu sem að bætast inn í umferðarkerfi á hverju ári. Þannig að fyrir þá sem kjósa einkabílinn, þá er borgarlínan það besta sem kemur fyrir ykkur. Ég ætla að fara örsnögt bara yfir loturnar. Fyrst það nú lota 1 sem við erum búin að vera undirbúið töluvert lengi. Þetta er langsamlega stærsta og umfangsmesta lotan. Hún 14 kilometrar og liggur frá Ártúnshöfða, svokölluðu Krossamýratorgi, miðbæinn, háskólasvæðin, HR og HÍ, gegnum Landspítalann og svo yfir Fossvogsbrúna og endar í Hamraborg. Lota 2 liggur svo áfram innan Kópavogs frá Hamraborg upp í Lindir. Lota 3 frá Mjóddin upp í BSI. Lota 4 liggur frá Hafnarfirði og inn til Reykjavíkur. Og svo lota 5 í Grafarvoginum og lota 6 upp í Mosfellsbæ. Það sýningur mynd af hugsanlegum, svona geti stöðarnar litið út. Þetta eru þessi biðskýli sem verða á borgarlínu stöðvunum og sýnir svona layoutið á þessum stöðum. Það er mikil áhersla á að bæta umhverfið í kringum borgarlínuna með því að setja tré og gera svæðið svolítið fallegt í leiðinni, þannig að þetta getur orðið mikil bragarbót víða. En staða verkefnanna í svona. Frumdraum auðvitað lokið fyrir þó nokkru síðan í lotu 1. Við erum búin með helming af forhönnun í lotu 1 og erum að fara af stað með verkhönnun af fullum krafti. Það búið að gera frumdrag hluta til á lotu 3. Það er tengingin frá Mjódd og upp á Sæbrautarstokk, og lota 4 það frumdrag í vinnslu og lota 6 frumdrag í vinnslu. Að lokum ætlaði ég að segja ykkur frá Öldu, en það er sem sagt þetta glæsilega mannvirki hér. Alda er nafnið á vinningstillögunni úr samkeppni sem haldin var með Reykjavíkurborg, Kópavogi og Vegagerðinni fyrir brú yfir Fossvog, og þetta var niðurstaðan. Ég ætlaði bara að segja ykkur aðeins frá þessu mannvirki, en þetta er að mörgu leyti svolítið sérstakt mannvirki vegna þess að það eru 5 akreinar á Fossvogsbrúnni. Það eru þetta akreinar fyrir borgarlínuna, almenningsvagna og neyðarakstur í báðar áttir. Það eru tvöfaldar hjólaakreinar og svo gönguleið. Þannig að þetta eru 5 akreinar. Þar sem hún er breiðust er hún 17 metrar, þannig að þetta er ein af breiðari brúum landsins, en hún líka ein af lengri brúum landsins, því að hún er 270 metrar á lengd. Enda erum við ekki að brúa neina á, við erum að brúa Fossvoginn. Þannig að þetta er stórt og merkilegt mannvirki, en það er gert ráð fyrir að það fari 10.000, verði farnar 10.000 ferðir yfir þessa brú á sólarhring. Þannig að þetta verður gríðarlega mikilvæg framkvæmd fyrir umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu, þessi brú. Og bara önnur mynd, við finnst mjög gaman að sína myndir af þessari brú, en þetta verður held ég svokallað landmark á höfuðborgarsvæðinu, sem var auðvitað tilgangurinn með því að setja hana í samkeppni, en þetta verður held ég mjög glæsilegt og höfuðborgarbúar verða stoltir af þessu þegar þetta er komið. Staða verkefnisins að lokum, við stefnum á útboði. Það er auðvitað að vera að uppfæra samgöngusáttmálann og ýmislegt sem hangi þar á. Við erum galvösk til með útboð fyrir landfyllinguna og það fyrir vonandi út sem fyrst. Síðan verður útboð á byggingu brúarinnar í haust eða síðsumars, og það er gert ráð fyrir verklokum í þessari framkvæmd og vígslu á brúnni árið 2027. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Við erum komin aðeins fram yfir tíman, ég bið ykkur afsökunar á því. Ég ætla ekki að tala lengi hérna í lokin. Mér langar að þakka öllum þeim sem komið hingað upp og héldu þessi örerindi fyrir þeirra framlag. Allt er þetta, hvert og eitt erindi var að sýna aðeins inn í það, þessi fjölbreyttu verkefni, og þau miða öll að því
að búa til sem best lífsskilyrði hér í borginni. Við sáum það að miðborgin, hún hefur aldrei verið öflugri, sprotar vísindaþorpsins, þeir spretta upp alla Vatnsmýri og skapandi greinar blómstra í miðborginni og í Gufunesinu. Stærstu hótelkeðjur heims eru nú þegar í stórum verkefnum í borginni og verslanir að spretta upp bæði hér vestar í borginni og á stórum lóðum austar í borginni og allt þetta síðan saman tengt með öflugum innviðum þar sem að borgarlínan í lykil hlutverki að ógleymdum hjólastígum sem hafa verið byggður upp á undanförnum árum, stokkum og helst göngum, svo ég segi það nú alveg hreinskilið, sem að munu gerbreyta því hvernig við komum borgina og ein framkvæmd sem var ekki minnst á hér í dag, það kallar eiginlega alveg á sérstakann fund og það er náttúrulega Sundabraut sem að hefur gríðarlega mikla arðsemi fyrir samfélagið í för með sér. Allt miðar þetta því að ná að halda áfram að þróa borgina, skapa tækifæri og tryggja lífsgæðin. Mér langar að þakka ykkur innilega fyrir komuna, þeir sem komið hingað í salin og líka ykkur sem voruð að fylgjast með í streyminu. Njótiði dagsins og góða helgi. Takk fyrir komuna.